Komið sæl blessuð og velkomin að Rauða borðinu enn eina ferðina. Það komið 50-dagskvöld á, fer nú bara að verða hásumar hjá okkur. Með mér Gunnar Smári Egilsson og ég heiti Björn Þorláksson. Gunnar Smári, menn að tala samfylkinguna og hérna svona læti í kringum frumvarpið sem að fór úr ríkisstjórn í gær útlendinga. Lög. Já. Þetta eru lög. Já, fyrirgefðu. Ég ætlaði að segja lög. Ég gefur hérna Þórarinn Snorri Sigurgeirsson. Já. Sem stjórnmálafræðingur og skrifstofustjóri Þorskahjálpar. Hann var ritari Samfylkingarinnar. Já. Og hann svona, ég held að hann sé svona helsti hvatamaður að þessu bréfi sem birtist á Vísi í morgun og ég held að séu töluvert tíðindi. Við vorum náttúrulega að ræða akkurat þetta ástandið í gær. Já. Það sem ég var að spá því að þetta myndi vera Samfylkingur mjög þungbært. Já. Ég vissi nú ekkert að þessu bréfarskriftum. Nei, það er ekki smá nöfn á þessum lista. Nei. Og fyrir formaður flokksins, Oddný, sem nú oft hér hjá okkur við Rauða borðið. Já. Hvað heldur? Hún hefur alltaf svona gefið til kynna svona vissa óánægju með Kristrúnu. Hún ekki alveg sátt við stefnuna sem hefur verið valin. Og kannski ekki heldur sátt við hvernig hún hefur verið valin því að í þessu bréfi kemur náttúrulega fram að þannig þingflokkurinn að fara þvert á samþykkt flokksins. Já, og það er víst þannig að það hefur verið bara töluvert mikið úrsagnir úr flokkum. Núna undanfarið. Mikið út af þessum málum. Já. Rjáttlast svona í burtu. Og þá spyr maður sem Erla og fleiri sem hafa farið. Og þá spyr maður sem stöðu Kristrúnar, stöðu Samfylkingarinnar, stöðu ríkisstjórnarinnar. Ég segi stundum hérna í svona ástandi að þegar fólk að skoða klofningssögu á vinstri vængnum. Að þá gerist það yfirleitt þannig að forustan fer með flokkinn til hægri sem gerir líf vinstri mann í flokknum óbærilegt. Þess vegna klofnuðu kommunistar út úr Alþýðuflokknum. Þess vegna klofnuðu sósíalistarnir síðan út úr Alþýðuflokknum. Og þess vegna klofnuðu hannibalistarnir aftur út úr flokknum og mynduðu Alþýðubandalagið. Og þetta eiginlega þess vegna fór Jóhanna út úr flokknum með Þjóðvaka. Og ég heyrði í hádegisfréttunum að Eiríkur Bergmann var að ræða þetta mál og mér fannst að fara svolítið svona langt að tala þetta eins og klofning. Eins og hann var að tala að það væri uppstokkun á vinstri vængnum og tengdi þetta við það. Hann notaði orðið flekaskil. Já, eitthvað svoleiðis. Mér fannst hann djarfur í sinni fréttaskýringu. En í ljósi þess sem ég var að segja, þetta er það sem var að gerast. Að þú ert með svona jafnaðarmanna flokkakull og forustan hefur tilhneigingu til þess að færa sig alltaf til hægri. Kannski bara því hún í samskiptum við fólk úr öðrum flokkum og samsama sig því eins og getur verið vandamál í verkalýðshreyfingunni og eitthvað fleira. Allt í einu fólk orðið á góðum launum í huggulegri innivinnu, sitjandi í einhverju lífeyrissjóðum að taka þátt í að stjórna landinu með auðvaldinu og það er svona hægt og bítandi færist til hægri og hættir að þjóna sínum umbjóðendum. Þetta er tilhneiging sem hefur verið fjallað þetta út og suður út allan heim verður kallaði bramíska vinstrið. Það verður til eitthvað svona stétt sem lítur svo á að það sé hennar hlutverk að stýra alþýðunni. Það er ekki endurnýjana upp úr alþýðunni, heldur verður þetta alveg svona sjálfstætt stétt. Þetta er svona tilhneiging sem hefur verið. Í því samhengi þá er þetta eiginlega þar þótt að flóttamannamál sé ekki beint svona vinstra hægri mál út af stöðunni til atvinnutækjana að þá er þetta svolítið það er líklegra að þessu vinstri menn sem að segja sem svo að við verðum að standa með sjónarmiðum Rauða krossins, barnaheilla, Amnesty. Við getum ekki verið í liði með miðflokknum og bara hafna þessu sem einhverju tilfinningalegu væli eins og ráðherra Viðreisnar raunverulega gerði. Með þetta ævintýralega yfirlýsing. Það var að tala svona auðvitað mikla tilfinningar í þessu og þá það sem að vera að vísa í afstöðu Rauða krossins, barnaheilla og Amnesty. Hvar erum við stödd að tala að þetta sé vera eitthvað tilfinningarugl? Aðalhluti miðflokksins eða? Mitt er líka áhugavert að Viðreisn hafi keyrt þetta mál í gegn vegna þess að Viðreisn er sumpart að kynna sig sem flokk mannréttinda. Það er mikið hinsegin fólk í Viðreisn. Þau völdu náttúrulega þennan dómsmálaráðherra sem hefur alltaf verið á svona línu og alltaf vera mjög hörð. Þorbjörg Sigríður. Hún kemur úr Sjálfstæðisflokknum eða ekki?
Jú, en ég held hún komi líka Fyrrum saksóknari. Saksóknara. Já, Hljómar svolítið eins og hún hafi verið í kaffi með sumum saksóknarabætinu og smitast. Ég heyrði það í heitapottinum í Vesturbæjarlaug í gærkvöld. Þar hitti ég nokkra samfylkingamenn og þeir sögðu eiginlega allir það sama. Þeir væru ekki eins stoltir af því svona út frá mennskunni að vera samfylkingamenn í gær eins og þeir höfðu verið áður. Þetta var það sem ég var að benda á í gær. Þetta er rosalega dýrkeypt þegar þú gerir þetta. Flokkurinn ákveður eitthvað sem veldur því að venjulegt fólk er með svona hálfgett óbrað sko. Byrju, af hverju er ég allt inni komin í þetta lið? Að vera bara í andstöðu við Rauðakrossin og barnaheill og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og hvað? Ég gekk ekki í samfélkingunum til þess. Ef að ég hefði viljað það, þá hefði ég bara farið beint í Miðflokkinn. En af því ég var svona að leika mér að spurningunni hvað þetta myndi þýða fyrir stöðu Kristrúnar, stöðu Samfylkingarinnar og stöðu ríkisstjórnarinnar, hvað segir nefið þér? Með framhaldið núna? Ég veit, ég held að það sé svolítið að fjara undan ríkisstjórninni. Maður sér það í könnunum að Samfylkingin er ekki að mælast lengur í 31 og 32%. Ég veit ekki hvað áhrif ömurleg mæling alltaf á Flokki fólksins hefur, en maður myndum kannski halda það, ef þetta heldur svona endalaust áfram, þá endanum, þá fer að sarga þar eitthvað í, þá fer fólk að hugsa þar innan til að við verðum að gera eitthvað. Við getum ekki bara látið leið okkur til slátrunar eins og VG eftir ríkisstjórnina með Sjálfstæðisflokknum. Þannig að það er svoleiðis, þannig að hveitibrauðsdagar ríkisstjórnarnir eru búnir. Evrópu, ég held ég að rætti þetta áður að kannski var mat Kristrúnar fyrir kosningar rétt að Evrópumálið ætti ekki sett á dagskrá. Það myndi skemma fyrir, það myndi leiða til þess að öll mál tengist í og það sé ekki að koma með eitthvað mál eins og lausn í húsnæðismál og eitthvað fleira sem að skiptir þjóðina raunverulega miklu meira máli og myndi sjást einhver árangur af að með því að setja Evrópumálið í ganga þá eiginlega strókar það allt annað út og það sé ekki klókt fyrir samfélaguna. Síðan gerðist það bara með Trump og fleira svona við getum ekki stólað á varnarsamningi við Bandaríkin og við verðum að horfa til Evrópu og nú er heimurinn að leysast upp í svona fylkingar og við verðum að ákveða í hvaða fylkingu við ætlum að vera. Þessi stemming leiddi til þess að einhvern veginn samfylkingin ákvaða að hleypa þessu máli í gegn og það má vera að Kristrún fyrri það eftir rétt fyrir sér og þetta verði bara erfitt sumar fyrir ríkisstjórnina en það má líka vera að Kristrún seinni að það sé eitthvað í þessu að efnahagsástandið og háir vextir leiði til þess að nógu margir segja við svona bara kjósa Evrópuvexti og evruna og eins og umræðin að fara þessi verður umræðin í sumar verður skrautleg og verður allt annað en það sem skiptir máli. Fólk var hálf kjaft stúm þegar RÚV tók eðlilega umræðum Evrópumáli. Það er bara, fólk hefur aldrei upplifað annað eins. Það var einn bara þáttur sem var ekki fullur af einhverju ranghermi og ofsa og upprópunum og lígum og áróðri og rugli. Einhverju, þú ert alltaf að segja það sama, eitthvað. Já. En já, þetta verður spennandi. Já. Er eitthvað fleira sem við viljum ræða í fréttunum eða við bara fara áfram í þáttinn? Nú er Trump bara eiginlega áttað því að setja hermenn inn í Íran eða karka í þannig. En heldur hann muni, er þetta ekki bara hótun? Maður getur dreifð áleftur að sé ekkert að marka Trump en þú manst eftir því fyrir svona árið síðan þá voru menn að segja ég var að við því að menn taka ekki marka Trump. Og ég held að það sé líkigildi þótt hann segir margt út og söður að þá getur maður ekki afskrifað allt. Hann hefur gert ótrúlega hluti og þá er ég ekki að meina ótrúlega eins og stundum er gert í sem jákvætt. Hann hefur bara brotið niður stofnanir í Bandaríkjunum og hann hefur bara rænt æðsta mann í Venezuela og hann er bara hann hótar því að hernema Grænland sem að ég held að muni eiginlega enda á að hann gerir Getur farið svo. Þannig ég held að
Sumir segja, við höfum ekki að velta eitthvað hvernig þriðja heimsstyrjöldin byrjar, heldur hvenær hún byrjaði. Og þá verið að bæði Úkraína og Miðausturlönd eru raunverulega að skipta þjóðum heims upp í fylkingar. Og einhver leiti þetta stríð Bandaríkjanna við hina, þessar stríður ekki. En ef heimurinn ferst á morgun, þá verður það allavega í góðu veðri. Hér fyrir okkur á Íslandi, á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki himnafriður allan heim. Mitt í öllum heims ósámánum þá hittir maður mjög glatt fólk sem segir, varstu búin að heyra það? Það verður 21, það verður 22 stigi hiti á morgun. En gengur það alltaf eftir? Ég veit það ekki. Ef við værum að tala um veðurspá, það væri spá éljum og eitthvað svona miðan vetur, þá væri við svona þetta er nú sjaldan sem það gengur eftir. Jú. En þú ætlar að byrja sjóið semst á Þórarni Snorra Sigurgeirssyni, stjórnmálafræðingi. Já, ég held að sé stjórnmálatíðindi dagsins. Strókuð alveg út, ég hef ekki heyrt neitt segja orð eldhúsdaginn. Nei, ekki Nei, og veistu það, þú ert alltaf að gera grína mig fyrir að horfa á Alþingisrásina. Ég gat ekki fyrir mitt litla líf valið að horfa á Alþingi í gærkvöld. Veðrið var svo gott. Ég fór í sund og ég á bróti. Og var ekki allir potta fullir af flotta fólki? Já, meinar. En ég sko, það sem ég hef séð á netinu er að ræðurnar hafa verið óvinnu slappar og stemningin óvinnu léleg. Já, eldhúsdagurinn er enda lélegur, sko. Það er eiginlega, stefnuræðan er skárri. Já. Það hefur búið að vera mörg undanfarin ár. Flokkarnir leggja lítið upp úr þessu og þessi eldhúsdagur er bara setja þetta yfir á RÚV 2. Já, einmitt. Kannski er þetta svona að deyja út bara sem konsept. Já, það er náttúrulega allt annað þegar voru ekki umræður eftir eða neitt. Allt í einu ferstu bara að hlusta á pólitíska umræðu. Þetta náttúrulega er ekki sama eftirspurnir eftir þessu í dag. Einmitt. En að loknum þessum sjóðheitu tíðindum í pólitíkinni ætla ég að heyra í Önnu Margréti Bjarnadóttur, Hrönn Stefánsdóttur og Þórdísi Bjarnleifsdóttur. Þær eru allar með fötlun og við ætlum að ræða mismunandi aðgengi að tækifærum í samfélaginu. Þær tala um hækkun skráningargjaldsins í háskólana og þetta er kannski ekki nein fjárhæð fyrir einhvern sem býr í Garðabæ í flottu húsi en fyrir öryggina skipti þetta mjög miklu máli og það sem að eiginlega mér finnst svolítið áhugavert er að þær segja allar persónu sögur sínar í spjallinu við þær, hvernig þær urðu öryrkjar og þær kendu mér margt. Svona til að gera langa sögu stutta. Nú ég skjóta inn að því að við tölum stundum fjölmiðla. Hún Þórdís, hún er Bjarnleifsdóttir. Já. Veistu dóttir hvað er Bjarnleifs? Nei. Bjarnleifs ljósmyndara sem var bara 3 ljósmyndara á Íslandi áratugum saman. Er það? Sögufræði ljósmyndari. Stór hluti af blaðasögunni. Já. Þetta var svona auka. Já, magna. Heyrðu, og svo kemur hún Ragnheiður Davíðsdóttir til okkar. Hún er góður liðsmaður Rauðaborðið. Mjög góður liðsmaður Rauðaborðið. Kemur hér oft á 50 dögum. Og í þetta skipti ræðir hún við Sigurlaugu Gísladóttur, móður hugsaði þér 3 lögblindra drengja lífið og tilveruna og ekki síst baráttuna við kerfið. Þannig að það er nú aldeilis saga að segja. Nú, hvað saga úr daglega lífinu. Já, saga úr daglega lífinu. Það er ekki allt upptalið hjá okkur. Ég fékk hann Guðmund Andra Tórsson til þess að ræða við mig menningarlega samleið með Evrópulöndum, svona tengt þessum pælingum okkar ESB eða ekki. Hann er einn þeirra sem skrifar undir bréfið. Hann er einn þeirra sem skrifar undir bréfið. Og honum er brugðið, sko, ég get alveg sagt það þótt að það hafi ekki komið fram í okkar samtali. En hann ætlar að rekja svona það ef við höfum 2 kosti, sko, hvort við ætlum að fara á ásinn, horfa til Bandaríkjanna eða Evrópu, hvort honum finnst betri kostur. Evrópu sinna þeir taka svolítið þessa línu, skiljanlega, á könnun sem að birtist núna í vikunni, að það eru bara 10%, gæti ykkur sagt, bara 10% Evrópumanna sem að líta á Bandaríkin sem bandamann. Einmitt, það er sláandi, sko. Ég var að leika mér að því að okkur á Facebook segja að það væri alveg furðulegt að það væri þó 10%. Já.
Það nú kalt henni. Það er samt ekki? svona... Með söguna, stutt síðan, það var svo kært á milli. Það er ótrúlegt. Ef einhver hefði sagt þér þetta fyrir bara 4 árum. Lýgilegt. Það er engi trúið þessu. Lýgilegt. Það er engi trúið þessu að þetta geti gerst. Heimurinn okkar að breytast mikið. Heldur betur. En okkar besta tæknikona, tæknistjórinn Laufey Líndal, hún ætlar svo að slá botnin í þáttinn í kvöld og ræða við Berglindi Ágústsdóttur, listakonu, því núna á sunnudag þá verður opnuð ný sýning í Gluggagalleríinu Stétt hér fyrir framan samstöðuna Bólholti 6. Og varst þú komið með upplýsingar það hvort síðasta listaverki var í raun stólið? Ég held að það hafi verið stórlega eitt. Ég held að listamenn sjálfur hafi verið að búa til einhvern gjörning út úr þessu. Já, akkurat. Ég lagði ekki neitt trúnað á þetta. Ég var ekki búin að lesa eitt orð áður að ég fór að efast. Ég var birti frétt á nokkurs fyrirvara. Já, og þannig að já. Það voru einhverjir sem að afhjúpuðu þetta, að því hann hefði birt myndir og þá speglaðist í glugganum merki á bílnum, hann hafði leigt sér bíl. Þannig að ef þessu hefði verið stólið, það verið mjög auðvelt að hafa samband við leiguna. Hver leigði hann til þeirra bíl? Almar í kassanum sem vildi fara út með kvelli. Einmitt. En þá styttist mjög í dagskrána hjá okkur, kæru hlustendur, og nokkur orð frá Gunnari Smára áður en við teljum í. Já, ég ætlaði bara að minna á að samstöðin hefur verið byggð upp af þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifundur. Þeir gefa okkur þrótt til þess að halda samstöðinni úti, og ef fleiri bætast í hópinn þá getum við náttúrulega haldið áfram að byggja hana upp. Það verður gaman að sjá hvað samstöðin getur orðið í framtíðinni ef að allir myndu leggja inn í lið sem að ég veit að vilja það og eru þarna úti og finnst samstöðin skipta máli. Ég vil eiginlega hvetja ykkur til þess að ef þið hafi ekki þegar gert áskrifundur að kýla á það eins og sagt er. Þeir sem eru áskrifundur geta líka hækka áskriftina ef þið vilja og geta. En með því að til þess að skrá sig inn fyrir áskrifta þá farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástundur áskrift. Þar getið skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur. En eins og ég segi þá megið þið borga meirið þið viljið, og þess að kjósi getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið, og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta einn af tillögunum sem við erum að gera hérna er hvort að segja að byggja upp fjölmiðil sem er í eigu áhorfenda og áhorfenda. Það verður gaman ef það takist. Tíðindi sem að held að öllum víða heim, þetta er merkilegt að heyra. Ef við svo skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo förum við og ræðum svolítið svona, ég sé ekki klofning en flekaskil, segir stjórnmálafræðingur í Samfylkingunni. Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati, og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is, og hafðu samband. Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis- og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Já, ein af svona stjórnmálafréttum dagsins var ekki uppgjör á eldhúsdeginum í gær, heldur bréf sem að margir félagar í Samfylkingunni settu inn á Vísi. þar sem þeir mótmæltu því að þingflokkurinn hefði raunverulega tekið beygju frá samþykktri stefnu flokksins varðandi hælsleitendur. Einn af hvatamannunum að þessum bréfaskriftum hingað kominn, Þórarinn Snorri Sigurgeirsson sem stjórnmálafræðingur en líka skrifstofustjóri hjá Þroskahjálp, var varaformaður Samfylkingarinnar. Ritari. Hvað segirðu? Hver ástæða fyrir þessum bréfaskriftum ykkar? Eller yfirlýsingu? Já, ástæðan náttúrulega bara fyrst og fremst sú að þarna málefni að ræða sem að okkur hjartans mál. Og við teljum að þarna hafi verið farið yfir ákveðna línu sem að við gátum ekki látið alveg svona möglunarlaust fram hjá okkur fara. Við höfðum sendt áður hver andstæðan við opið bréf, loka bréf, bara bréf á þingflokkin og stjórn flokksins. Vissulega bara svona skömmu áður en að þetta mál kom til afgreiðslu á þinginu, þar sem að við svona flögguðum því að þau allavega vissu því að þetta var ekki óumdeilt mál innan flokksins. Nei, það að þið vísið í því að þessu samþykkti flokksins sem að þið teljið að valdi því að það sem að þingflokkurinn ákveð að gera stangast á við samþykkti flokksins. Nefnilega. Og við einhver 55 mann sem að kvitta undir þetta opna bréf, en það auðvitað bara fólk sem að maður einhvern veginn, við vorum nokkur að klukka og einhvern veginn safnaðist einhvern veginn svona ekkert mjög skipulega í þann hóp, en við vitum náttúrulega ekkert hversu stór hluti flokksins sammála okkur eða sammála þingflokknum, vegna þess að þetta hefur kannski mikið verið rætt innan flokksins og þar af leiðandi það eina sem við einhvern veginn höfum til að styðja okkur við þá hvenær flokkurinn svona ályktaði eitthvað síðast þetta mál og það var á landsfundi síðast og þá var samþykkt stefna þar sem var sérstaklega góðið varhug við að koma á einhvers konar varðhalds ákvæðum í útlendingamálum. Og svo það að raungerast núna að þingflokkurinn okkar ásamt ríkisstjórninni allir auðvitað samþykkir einhvað sem að okkar mati alveg þvert á stefnu flokksins. En þetta þá ekki stefnubreyting sem að má tengja formennsku Kristrúnar, því að á þessu landsfundi hún búin að vera formaður í tölverðan tíma, ekki? Það er rétt, já. Það var líka í aðdraganda fundarins að þá var litið svolítið á umræðu þessi mál sem svona viðspyrnu flokksins við því sem að leit út fyrir að Kristrún vildi, eða þá leiði sem að Kristrún vildi freka fara. Já, en eins og segi, þetta allan sannarlega á tímabili Kristrúnar eins og bendir á sem formann sem að þessi stefna áréttuð í nýjustu landsfundar samþykktum okkar. En það ekki svo að það líta á að kjör hennar og áherslur hennar gefi svigrúm til þess að sveigja af þessari braut? Nei, það er ekkert að gera það. Þessi landsfundar samþykkt nýri en fórusta Kristrúnar og stendur eiginlega bursið frá því að þetta bara samþykkt stefna flokksins sem að við teljum okkur vera svona að standa ákveðin vörðum og flagga líka út á við. En ástæða fyrir því að ég man eftir þessari samþykkt og svona var stemmingi kringum hana var svona einhverja í flokknum, kannski þín meðal annars, að ný forysta samfylkinganna væri að sveigja frá áherslum í þessum málum. Og það hafði svo sem séðst inn í þinginu áður, til dæmis þegar að þessar varðhaldsbúðir komu fyrst til umræðu að þá voru píratarnir sem voru með andstöðu í þinginu, en samfylkingin sem hafði alltaf staðið með þessum málum dró sig eiginlega til hlés, þannig að stefnubreyting forystunar sumuleyti mátti ráða í hana af verkum þeirra þó svo hafi ekki kannski komið fram í þessari samþykkt.
Já, svo eitt sko bara hvaða slægi fólk kýs að taka og svona einhver sko pólitísk strategía sem að flokkar geta viðhaft sko, hvaða málið þau vilja flagga og svo framvegis. En það kannski einmitt best að dæma flokkan út frá verkum þeirra sko og þess vegna það hafi verið umræða innan flokksins útlendingamál og hefur verið síðustu ár og vissulega kannski eftir að fór að heyra svona einhver nýir tónar og fólk innan flokksins sem að hafði á því ákveðnar áhyggjur. Nýir tónar frá forystunni þá. Já, en þetta var sko að einhverju leyti rætt innan flokksins og en svona kannski ekki til lykta leitt sko í einhverju djúpri umræðu en þó var þetta rætt á síðan landsfundunum. Þar náttúrulega allur þessi mikli fjöldi félagsmanna samfylkingarnar saman komin til þess að taka með umræðum málefnin og þetta var niðurstaðan þar. En eins og segi, þú veist, bursið frá einhverjum svona orðuræðu eða eins og segi hvað slægi fórustan ákveður að taka á einhver svona að þá það hafi ekki komið fram neinn slík sko opin bréf eða gagnrýni á þingflokkin fyrir en þau samþykkja þetta frumvarp. Það munur á því að taka ekki þátt í andófi í þinginu þegar flokkurinn í stjórnarandstöðu eða veri ríkisstjórn og raunverulega stuðla að þessari lagasetningu. Mér finnst það að vera munur á því, já. Og þess vegna tökum við þetta skref sem að ekkit léttvægt. Þetta eiginlega frekar svona þungbært að koma fram opinbarlega fram með gagnrýni á einn félaga og innan þingflokksins eru þetta fólk sem maður þekkir mjög vel og þykir væntum. Þannig að þetta ekki léttvægt að við stígum þetta skref. En okkur fannst mikilvægt að þingmennirnir okkar fengu þessi skilaboð en sömuleiðis að fólkið út á feltinu, almennir flokksfélagar í flokknum, en líka sko öll þau til dæmis mannréttindasamtök sem hafa verið að gagnrýna þetta frumvarp að láta þau vita að sko það að koma á brottvísunarbúðum þar sem að meðal annars er heimilað varðhald á börnum ekki óumdeilt mál innan samfylkingarnar þvert á móti. Við ræddum þetta aðeins í gær áður en við sendum bréfið og ég var að halda því fram að þessi samþykkt samfylkingarna við þessu máli myndi hafa eftirmála og vísaði í til dæmis VG og svona gælur fórustuna þar við NATO sem að svona særði sál þess flokks og ég var að segja að þetta mál væri þess eðlis að það myndi svona særa sál flokksmanna. Hefur þú orðið varfið að eftir að þið birtuð bréfið að fólk vilji vera með? Já, tölvert. Þannig að þú getur lengt listan umtalsvert í dag. Sannarlega. Og stendur það til að halda utanum þennan hóp? Þessi hópur náttúrulega ekkit stofnaður utanum neitt nema bara þetta bréf sko. Þannig að það sko... Það er töluvert. Já, en og þetta þurfti að safna þessum nöfnum og svo framvegis. Inn í þessu bréfi náttúrulega bæði, erum við að kalla eftir því að það verði beðið með framkvæmd þessar frumvarps, en við erum líka óska eftir að það verði tekin umræða innan flokksins. Og það getur verið að það verði svona gert með einhverjum formlegri hætti að óska eftir einhverju umræði innan flokksins. En flokkurinn á í erfiðleikum með það að tefja framkvæmdina því að hún er á vegum ráðherra Viðreisnar eða ekki? Jú, en allt þetta mannanna verk og hægt að sko... Þar hafa menn verið með viljísíkar að hafa opnið þetta bara fyrir jól? Einmitt. Og það auðvitað það sem að kannski svolítið, veldur okkur svolítið áhyggjum að það svona svolítið mótsagnarkenndur málflutningur ríkisstjórnarinnar í þessu máli. Að annars vegar sagt að þetta sé nú í svo opbáslega miklum þessum örþrifaráð og bæði framsögumaður og formaður allsherjarnefndar hafa nefnt það að þeir vonist til þess að þessu verði nú bara aldrei beitt eins og þetta sé einhvern veginn einhvað algjört formsatriði en á hinn bóginn lá svo mikið á að samþykkja þetta að það þurfti einhvern veginn að keyra þetta í gegn núna fyrir sumarfrí. Akkur heldur að það sé ef að saka þessu að þá ekki mjög brýnt að grípa til einhvers. Þetta ekki stærsta vandamálið sem við eigum við að glíma. En af hverju þá látið svona með þetta? Já, það er góð spurning sko og gagnrýni bæði
okkar sem kemur fram í hérna bréfinu en líka allar þessar umsagnir sem berast að það ekkert, sko þetta bara, þetta ansi býsna víðtæk valdheimild sem að hérna íslenskum útlendinga yfirvöldum veitt með þessu frumvarpi. Án þess að það sé sko tilgreint sko öll sko þessi mildari skref sem að samt alltaf sko látið í veðri vaka þegar verið að verja þetta, að hérna þetta sé einhvern veginn örþrifaráð og það að hérna tæma lista einhverja fullt af einhverjum önnara sko úrræða áður en að verið gripið til varðhalds. En það ekkert verið að útfæra það eða setja neitt púður í það og sko mér hefði þótt einhvern veginn lógískara að það veri byrjað á þeim og þegar þau duga ekki að þá hérna líka einhvern veginn auðveldar að færa rök fyrir því að þetta hafi sannarlega þurft. Aðeins varðandi svona sálina í flokknum, finnst þér það erfitt sem samfylkingamanni að flokkurinn sé að fara þvert á varúðar orð Rauða krossins barnaheilla og svona helstu mannúðar samtaka landsins? Já. Ég myndi halda að og þessi verið því liði? Já, nákvæmlega. Jafnaðarmenn myndi ég halda að væri nú svona náttúrulegur bandamaður og við náttúrulegi bandamenn hvors annars, jafnaðarfólk annars vegar og síðan þessi mannréttindasamtök. Og nota bene sko ég veit að mér að þú veist, ef maður hérna dyrfist að lesa kommentakerfinu og eitthvað svona, þá einhvern veginn verið að láta í veðri vaka að sko við séum einhvern veginn að taka upp málstað No Borders. En með því held ég verið að teikna upp ákveðin strámann, þó ég ætla ekki að tjá mig skilur málstað No Borders og það kann vel að vera jafnvel í okkar hópi sé einhver fólk sem að sé alveg þar en víglínan sem að hér ræðir ekki þar sko. Hér ekki verið að tala sko að galopna landamæri hætta algjörlega öllum brottvísunum, taka á móti öllum sem á hérna fjarir okkar hérna koma. Þetta bara hluti af heimsku umræðunar að bara annarkorti eða stemming sem akkurat, en sko horfum á sko hvaða mannréttindasamtök þetta sem að mótmæla þessu frumvarpi. Þú veist, það ekki bara No Borders, það mynd Rauði krossinn, það Amnesty, það Barnaheill og svo framvegis og borgaraleg mannréttindasamtök og þar fyrir utan bara opinberir þartilbærir aðilar eins og umboðsmaður barna, mannréttindatalsmaður Evrópuráðsins, flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem á að vera íslenskum stjórnvöldum til ráðgjafar þessi mál. Ábendingar þetta brjótu gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna? Einmitt, akkurat. Og þú gekkst ekki í samfélkinguna til þess að standa í því? Að brjóta gegn barnasáttmála? Nei, og þess vegna hérna í þessu bréfi okkar svona leyfum okkur að hvað skal segja, hvetja til þess að fólk íhugi þá pólitísku vegferð sem að það á þegar það komið í andstöðu við öll þessi samtök og þeirra mjög svona konkrétt sko varnar orð sko. Það hérna þetta svona svolítið einbeittur vilji sem það. En einhver getur sagt, ég segi ekki Kristrún en einhver svona í hennar hópi getur sagt eins og að meðan að samfylkingin lagði höfuð áherslu á þessi mál eins og var í formannstíð Loga og hann sjálfur ég held hann hafi verið svona heitar í umræðu þessi málin í þingi heldur en í flestu öðru. Eftir að Kristrún kemur og víkur frá þessum málum, setur þau í salt, reyndar Evrópum, svona eitthvað fleira. Þetta er eitthvað svona taktísk ákvörðun að til þess að samfélkingin komist til valda og geti haft áhrif á stjórnum samfélagsins, að þá þurfum við að fara frá einhverjum málum sem að raunverulega hafa staði í vegi fyrir að við gætum stækkað nógu mikið til þess að hafa nokkur áhrif í samfélaginu. Og eitt af þessum málum eru málefni flóttamanna. Þannig það eiginlega bannað fyrir samfélkinguna að leggja höfuðáherslu á það til þess að verði ekki til skaða í kosningum. Ég held að þetta sé planið að sumleyti margt í forystu samfélkingar í dag sem eins og svona að kosningastjórarnir séu að stýra. Markmiðið að ná árangri í kosningum og þetta einfallega fyrir. Og má það vera að við lifum bara í þannig samfélagi að þetta mál mun eyðileggja fyrir jafnaðarmönnum með því að leggja mikla áherslu á það. Leiða til þess að hér verði hægri stjórn endalaust og þess vegna það bara pólitískt, þótt að það sé kalt og erfitt að það var rétt ákvörðun að
neita sér að styðja þessi mál. Já, þetta athyglisvert upplegg sko, sem þetta svona, ímynda sér ýmislegt, en ok. Þetta bara byggt á því hvernig Samfylkingin hefur aktað. Sko, í fyrsta lagi sko, vil ég nú sem sko fyrir stjórnarmaður í Samfylkingunni sko benda á það að sko málefni flóttafólks voru aldrei beinlínis áherslumál flokksins í til dæmis bara ef maður skoðar kosningabaráttur og greinaskrif og eitthvað svona, þá vorum við kannski fyrst og fremst að leggja á áherslur á þessi klassísku jafnaðarmannamál. Ég að vísa á hvað þeir voru ábyrgð í þinginu eins og til dæmis Logi, eins og Helga Vala. En mótmæli því ekki, að það sko, og svo eitt sko hvernig hvaða strategíum við ákveðum að birta og svo hvernig upplifun fólks af flokknum, og ég held að þú sést að lýsa upplifun margra að við höfum lagt einhvern veginn meiri áherslu á þessi mál áður og það hafi orðið breyting nú á. En aftur vil ég bara sko ég svo sem núna bara almennur flokksfélagi og er hér hingað kannski fyrst og fremst komin til þess að sko tala máli þessa brefs og opna hóps. Þannig að ég geti svo sem hvað varðar sko fórustu flokksins eða breytta ásýnd eða eitthvað bara fabulera út frá kannski mínum eigin bæðurum séð. Það bara mjög fínt og við tölum bara saman eins og þeir sem við erum ekki inn í hlutur. Einmitt. En sko en aftur langar mig þá að sko innbra á þessu sko að eitt að skipta svona einhverja kosningataktík hvernig einmitt ákvaða mál lagt áherslu á ásýnd flokksins og einhver svoleiðis. Enda Kristrún fyrir utan vissulega smá umræðu í flokknum, einhver umræðu í flokknum sérstaklega mitt útlendingamál og Evrópumál kannski einhverju leyti. Sko ný forysta hefur notið mjög víðtæks stuðnings og innan flokks. Það hefur skilað árangri. Enda hefur og skilað miklum árangri. Þá þagnar hjörðin, það bara þannig í pólitík. Skipstjóri sem að aflar að hann fær svolítið svigrúm. Akkurat. En sko þá skiptir samt sem áður líka svolítið máli einmitt að sko hvaða þeirra svona raunverulega á hólminn komin, hvaða sko verk hver verk forystunar flokksins ríkisstjórnarinnar eru. Og þess vegna þessi tímapunktur á þessu brefi vegna þess að það bara þetta mál sem að fólki innan flokksins fannst fórustan fara og þingflokkurinn okkar og ríkisstjórnin fara bara yfir línu í sandinum sko. Já. Ég skil að þú viljið bara ræða út frá brefinu en bara leið og það kemur fram að þá eru það pólitísk tíðindi og ég heyrði Eirík Bergmann í hátíðisfréttum RÚV nefna það eiginlega í samhengi við svona uppstokkun á vinstri kantinum. Ég fannst að vera að koma mjög langt í það að túlka þetta, þarna væri raunveruleikur möguleiki að eins og oft hefur gerst úr jafnaðarmannaflokkum að vinstri hlutin brotni frá. Og sagan náttúrulega sú að vinstri hlutar hafa brotnað frá vegna þess að forystan hefur farið til hægri. Það hefur verið gert óþolandi fyrir vinstri menn inn í krattaflokkunum að vera þar vegna þess hversu langt til hægri forystan komin. Þetta náttúrulega ekki beint svona vinstri hægri mál? Nei, ekki. Þú myndir ekki segja það? Svona, auðvitað ekki á þín klassíska svona mælikvarða, svona hið efnahagslega vinstri hægri, en jú, þetta alveg sko í nútíma pólitískri umræðu sko harðnandi útlendingastefna nú yfirleitt skilgreind sem svona í áttina til hægri. Þannig þú myndir ekki vara við því að ég myndi renna yfir listan og segja þetta svona, þannig vinstri helmingur Samfylkingarinnar. Já, ég skal ekki segja sko, en allan fólk sem að lætu sig þetta mál varða og mannréttindamál varða en sko ég get nú sko Eiríkur greinilega komin töluvert lengra í sínum fabuleringurum heldur en við og ég get bara staðfesta hér að þetta mál hefur auðvitað vakið umræðu innan flokksins og hér þurftu auðvitað að stofna einhvern spjallhóp til þess að raða nöfnum á þetta bréf og svo framvegis. Ég get bara skúpa því að það ekki verið að tala um neitt klofning eða einhverja atlögu að fórustunni eða neitt svoleiðis. Þetta bara
svolítið einskorðað við þetta mál og það verður eflaust það er eins og í stríði í pólitíka þá hafa hlutir eðli eða svona náttúru á því að vilja stigmagnast. Já, einmitt. En allan að þó að veri eflaust skemmtilegra fréttaskúp að geta sagt frá því að það sé verið að undirbúa einhvað ég veit ekki, nýtt framboð eða hvað þá er það ekki. Nú bréfið er skilabóð til fórustunnar og þingflokksins að þeim beri að fara eftir samþykktum flokksins. Sannarlega. Og bara eitt í þessu líka að þingflokkurinn einmitt orðræðan svo sem svolítið vítt og breytt en eins og Víðir og fleiri hafa nefnt einhvern veginn að þetta sé einhvern svona örþrifa ráð og beri aldrei að beita þessu nema allt annað þrjóti og vonandi þurfi aldrei að nota þetta og svo framvegis. En flokkurinn sendi frá sér svona Facebook svona post á einhvern samfélagsmiðla post eftir þetta var samþykkt. Það sem að svona var allavega ég meina því var bara hreinlega fagnað að flokkurinn tæki þátt í því að herða útlendingastefnu landsins. Stærði sig að því? Stærði sig, já, hreykti sér af árangri sínum hvað það varðar og ég held að þetta hafi svolítið komið við kaunin á mörg okkar. Því að það eins og segi, málefnalega sé, ef að það væri sannarlega þannig að það væri einhvern veginn búið að útfæra mörg önnur mildari úrræði og einhver svona þá getur maður einhvern veginn hugsa sér að það komi upp aðstæður þar sem að þetta er nauðsynlegt. Svona kannski erfiðar að kyngja því varandi varhald barna en þessar brottvísunar búðir almennt að þetta sé einhvern veginn möguleiki. En það var einhvern veginn ekki tónninn í þessum opinbera pósti sem kom frá Samfylkingunni þar sem að þessu var beinlínis eins og segi, hreyktu sér af þessu. Og það kom þar fram að þetta væri allt liður í því að mynda breiðari sátt í málefnum útlendinga. En þegar þú ert með öll þessi helstu mannréttindasamtök landsins sem eru að mótmæla þessu hástöfum, mótmæli á Austurvelli, bréf frá tugi manna innan flokksins sem segir nei, þá virðist augljóst að þessi sáttahönd sem þau eru að rétta til að ná einhverju sátt í útlendingamálum hún er bara réttast út í aðra áttina. Til Miðflokksins og félaga. Allavega ekki áttina að mannréttindasamtökunum okkar. Og þú hefur frekar kosið sátt við Rauða krossin, Barnaheill, Amnesty og slík samtök heldur en að flokkurinn sé að búa til einhverja sátt við ábyrgðin er mikil við sjáum það bara hvað orðræðan hefur farið harðnandi og aðeins leiði mér aðeins að kíkja á kommentakerfin og þar grasserar alveg rosalega harðuneskjuleg orðræða gagnvart útlendingum og allt fólk sem að hingað leitar skjóls frá stríðsátökum og ömurlegum aðstæðum einhvern veginn sett undir sama hatt og þetta sé óalandi og óferjandi fólk. Og staðið bara gríðarlega hætt af þessu fólki. Já, einmitt. Og bara í þessari orðræðu, harðnandi orðræðu, þá er það þetta kannski, bara mikil ábyrgð stjórnmálaflokka að vera mjög meðvituð hvort við séum að færa mörkin og í hvað áttu við erum að færa mörkin. Og það eru afleiðingar. Já, nákvæmlega, og getur bara haft mjög vondar afleiðingar. Herðu, ég veit að þú ert tímabundinn, Þórarinn Snorri. Takk fyrir að koma hérna og fjalla þetta bréf sem að ég held að verði áframhaldandi tíðindi af. En þú vonar það líka, þú vilt ekki bara að þessi setja hann í skúfu. Nei, við vonum að þetta... Þingflokkur takir nótis að þessu. Það verði allan einhver umræð innan flokksins, þar sem við getum allan að þá rætta hvort þetta sé sannlega stefna Samfylkingarinnar. Kærar þakkir. Takk fyrir. En við höldum hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kaptur eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
Já, við leggjum mikið upp úr jöfnu aðgengi okkar til mennta en það nú ýmislegt sem bendir til þess að við höfum ekki öll sömu tækifæri til mennta. Til dæmis verið að hækka skráningar gjald háskólana og þannig mögulega hriktir í hjá einhverjum umsækjendum. Það er orðið fjölgun öryrkja í seinni tíð. Ein af leiðum þeirra til þess að komast út úr örorku gæti verið að mennta sig. Þannig að þarna svolítið þversögn og það eru komnar hér 3 konur til að ræða þetta mál, 3 góðar konur. Þórdís Bjarnleifsdóttir, þú ert nýlegur starfsmaður hjá ÖBÍ, ekki satt? Það passar. Já, og þú hefur verið hér við Rauðaborðið áður, þú gerðir alltaf merkilega rannsókn sem félagsráðgjafi. Já. Já, ofbeldi í fjölskyldum. Já. Já, einmitt. Vertu velkomin til leiks í þessa umræðu. Takk fyrir. Og Anna Margrét Bjarnadóttir, þú ert varaformaður kjarahóps ÖBÍ eða hvað? Já, ég er samt svona, ég er samt ekkert endilega að koma hérna sem varaformaður kjarahóps. Ég er bara að koma hérna sem manneski með mikinn áhuga, sem fötluð kona, með mikinn áhuga á þessu málefni. Já. Og nemandi í Háskóla Íslands, meistaranemi í fötlunarfræði. Já, akkurat, vertu velkomin. Þó ég vilji alltaf veg ÖBÍ sem mestan og Háskóla Íslands. Einmitt. Og síðast en ekki síst Hrönn Stefánsdóttir, þú ert formaður atvinnu- og menntamálahóps ÖBÍ? Já. Og ert þú líka nemi? Nei, en við höfum mjög mikinn áhuga á í málefnum atvinnu- og menntamál hjá ÖBÍ erum við náttúrulega að vinna að því að hjálpa fólki bæði í gegnum það að komast gegnum skólagöngun og líka að fá störf og við álítum að lykillinn að því að öryrkjar geti fengið störf við hæfi er menntun. Af því að það er lykillinn að störfum þar sem þú getur stjórnað vinnutíma og aðstæðum meira. Og þarft ekki að reyna á mikið á því líkamlega. Og þess vegna benti ég á það í inngangnum og það er ákveðin þversögn það ekki þegar skráningagjöld í háskóla hækka. Já. Hvað er þetta mikil hækkun? Þetta er, fyrir almenna nemendur er þetta hækkun úr 75.000 krónum upp í 100.000 og fyrir og öryrkjar fá 25% afslátt, þannig að það er þetta úr 55.000 upp í 75.000. Já. En það sem að gera fólki líka erfitt er að það er ekki ekkert að skipta greiðslunni. Já. Þannig að það þarf að borga þetta allt í einni greiðslu núna 4. júlí og það er bara tæknilegir örðuleikar vegna rabbit greiðsluþjónustunar. Já. Og en svona og nú er einhver sem hlustar og segir þetta er nú svo lág fjárhæð að þetta getur ekki skipt neinu máli. En þá komum við að því að rannsóknir hafa sýnt að hagur öryrkja og margra fatlara en náttúrulega þannig að það bara munar hvað 1000 kall. Já, nákvæmlega. Og þetta er svo mikil hindrun hjá lágtekjuhópum og þetta er eitthvað sem að skipta svo miklu máli fyrir Íslands samfélag að öll börn, allt ungt fólk, allir hafi tækifæri til að mennta sig. Og og það skýtur skökku við að nú þegar nýlega er búið að breyta örorkulífeyriskerfinu og það er áhugi fyrir því að hvetja öryrkja til að fara út á vinnumarkaðinn, fatlað fólk til að taka frekari þátt í vinnumarkaðnum, að vera með þessa hindrun að hækka þá háskólagjöldin vegna þess að þetta skiptir mjög miklu máli einmitt fyrir fólk sem að missir starfsorkuna, lendir í slysi, veikindum öðru, að þurfa þá kannski að uppfara menntunina sína og eins bara fyrir eins og skiptir náttúrulega miklu máli bara fyrir allir lágtekjuhópum, börn einhleypra foreldra, börn einhleypra foreldra á örorku, börn öryrkja, börn úr kannski
fjölskyldum með innflytjanda bakgrunn, bara börn úr bara öllum lágtekju hópum. Og Þórdís, af því að þú ert svona tiltölulega ný komin í gegnum námið, var það hindrun fyrir þig, þið fjárhagslega umhverju? Já. Það var það? Sko, að borga skólagjaldi einu svona ári, það var náttúrulega 75.000, svo kom afsláttur og það var ekki að skipta greiðslum ef þú ætlaðir að taka afsláttinn. Þú gast skipt greiðslum ef þú borgaði bara fullt gjald. Þannig að þetta þýðir það bara í rauninni þú borðar ekki þennan mánuðin eða bara, og líka bara þetta hefur áhrif á allt sumarið, þú gerir ekki neitt af því að þú er búin að setja alla peningana í að borga skólagjaldið. Þetta bara, og ég hef til dæmis ekki geta farið í borga skólagjald með að ég var með krakkar á mínu framfæri. Þannig ég fer í rauninni ekki í nám fyrir að þau eru fullorðin og Þannig að þitt mat að raunverulega þá geti svona hækkuna og gjaldi haft allt það að segja hvort fólk getur gripið tækifærið og mennta sig. Heldur betur. Þetta bara, ég fór núna daginn að borga skólagjaldið með hækkunni og mér fannst þetta svo blóðugt. Ég bara 75.000 krónur. Og þetta semst Háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands? En Háskólinn á Akureyri aðeins öðruvísi með hann veit sko 50% afslutt á skólagjöldum. Þannig að það 100.000 krónur skráningagjaldið líka þar, en sem öryrki eða fatlaður einstakling væri ég að borga 50.000. En það eitthvað líka aðeins meira ólíkt þar. Ég talaði við námsráðgjafa í morgun hjá Háskóli Íslands. Og það eitthvað með það að gera að sko þeir sem eru með hluta örorku, ég vona að ég sé ekki að fara rangt með, en þeir sem eru með hluta örorku fá ekki þennan 50% afslátt hjá Háskólanum á Akureyri. Nei, hluta örorku, ég fyrir ekki hluta örorku, heldur hvað heitir það? Sjúkra- og endurhæfingarlífeyrir. Nei, endurhæfingarlífeyrir, já, sjúkra- og endurhæfingarlífeyrir. Að þau fá ekki þennan 50% afslátt. En í Háskóla Íslands fá þau það. Já, ég ekki viss þetta, ef þú ert með þetta skírtinu, þá átt að geta þeir ekki það. Ég veit það ekki. Nei, ég veit ekki. Þetta bara eitthvað sem hún hélt að það væri svona. En Hrönn, hverjir hafa barist svona mest gegn þessum breytingum? Sko, ÖBÍ náttúrulega eru reglífasamtök, sjúklingasamtök á Íslandi og þannig að sjúklingasamtöki berjast í gegnum ÖBÍ fyrir svona hlutum. Og þetta skiptir mjög miklu máli, þessi hækkun, og vegna þess að fátækasti hópurinn í íslensku samfélagi eru konur sem eru öryrkjar. Leið kvenna inn á örorku yfirleitt þannig að það kannski vinna minna, minkar smám saman við sig vinnuna þar að detta út, eða þá kannski að það komast aldrei út af vinnumarkaðinn, þannig að það hafa ofta ekki sterkan lífeyrissjóð og bara með bætur frá Tryggingastofnun sem bara eitthvað 300 og eitthvað þúsund útborgað, og af þessu þurfa þær kannski ef það einstæðar að borga leigu og mat og reikninga og síma og allt þetta sem maður þarf að borga út að þjóðfélagi. Og þannig að þær eiga jafnvel börn og sem þurfa kannski að fara í skóla líka. Og þannig að þær eru rosalega tekjulágar, og þannig að fyrir mannesku sem kannski með 100.000 krónur, milljón á mánuði í laun, þá 50.000 krónur, 25.000 krónur hækkun ekki neitt. Nei. En fyrir mannesku sem með svona lága tekjur, þá þetta kannski 20 máltíðir. Þetta kannski spurning hvort þú þarf kannski að velja á ég að gefa barninu minn að borða út mánuðin, eða leyfa sjálfur mér að fara í háskóla og bæta þá tekjur mínar. Og þetta hefur síðan áhrif til lengri tíma, vegna þess að ef að þetta foreldri getur ekki bætt hag sinn og komist út af vinnumarkað í auðvelda vinnu sem það ráða við, af því að fatlað fólk náttúrulega ræður ekki við skúringastörf eða vinnu í bónus eða eitthvað svoleiðis, það þarf kannski að vera einhver svona léttri skrifstofinu, og þá erum við að dæma börn þessa fólks líka til fátæktar, og jafnvel að það get ekki börnin get ekki komist inn á. Og af því að foreldrina get ekki stutt tilbaki á þeim til að koma þeim í háskóla, og það gerir þetta mál svo erfitt, af því þetta verður bara svona snjóbolt áhrif niður kynslóðirnar,
að, þú veist, að við erum þá að búa til, þú veist, í okkar jöfnuða samfélagi sem var, að þá erum við að búa til stéttaskiptingu. Já. Og sko þessi rödd sem stundum heyrist, að þessi stór fjölgun öryrkja og hún sé einhverju leyti tengd því að fólk nenni ekki að vinna og ætla að sleppa létt út úr lífinu. Þetta samt ekki rétt. Nei, sko, það er náttúrulega... Öryrkjum fer fækkandi. Fer þeim fækkandi núna? Í síðustu tíð? Já, síðustu ár. En þeir eru að ruggla saman og blanda saman sjúkra og endurhæfingarlífir. Þeir sem eru í starfstjálfun og öryrkjum. Þeir eru að setja tölu saman og eru svo útrópa að öryrkjum hafi fjölgað. Já. En tölu sína það að þeim hefur farið fækkandi. Já. Og það bara, það er nýlega búið að birta þessar tölur, sko. En bursið frá því hvort þeim fækki eða fjölgi, þá er þetta svo grunn umræða vegna þess að það liggur alveg fyrir í huga okkar flestra að það er fátæktargildra að vera öryrki, ekki satt. Það þýðir það að í stað ákveðina drauma og óska sem þú gætir uppfyllt ef þú hefði meiri tekjur, þá þarftu að neita þér alls konar hluti, ekki rétt? Jú, hver er hvatinn að því að vera öryrki á öryrkubótum á Íslandi? Og það er engin hvati. Það er engin hvati. Þú ferð ekki á kaffistofuna að spjalla í kaffitímanum. Þú hittir ekki fólk. Þú ferð ekki á árstíð. Það er ekkert sumarfrí. Og hvað er meira þetta þýðir sko svo mikla einangrun. Já. Og hvað er meira gefandi en að vera í starfi og hitta annað fólk og fara á vinnustað og allt það? Ég hef aldrei hitt öryrkja sem ekki vill vinna. Ég hef aldrei hitt öryrkja sem ekki vill vinna. Nákvæmlega. Allir vilja vinna. Hvernig gengur ykkur að afrugla ákveðna umræðu þetta sem er svona... Það er bara svo ég segi það upp átt, ég sé að mogginn, hann er í ákveðin herferð, sko. Sko þetta er rosalega erfitt. Það eru náttúrulega einhverjir svona riddara sem er alltaf tilbúin að stíga fram á völlin að koma með þessa umræðu. Og þeir eru ekkert alltaf með staðreyndirnar. Eins og til dæmis samkvæmt könnunum þá hefur öryrkjum fækka bæði í prósentum og líka höfðatölu og samt hefur fólki í Íslandi fjölgað. Þannig að samkvæmt höfðatölu ætti að vera fleiri öryrkjar heldur en var fyrir einhverjum árum. En það er ekki. Og það sem hefur til dæmis olli því var að þanga til næstu mánaðamót að þá var tekin af ýmis gjöld á sjúkraþjálfun, þannig að fólk þurfti bara að borga upp í ákveð greiðslutak fyrir að vera í sjúkraþjálfun. Og þegar sjúkraþjálfun fór að vera ókeypis, að þá til dæmis fækkaði mjög mikið fólki með stóðkerfisvanda sem endaði sem öryrkjar af því að sjúkraþjálfun hélt fólki gangandi og þá hafði það efna á að fara í sjúkraþjálfun. En þannig að það er rosalega margt sem ríki getur gert til að hjálpa fólki að detta ekki út á vinnumarkaði og líka ef stuðningur er meiri strax í upphafi en ekki, þú verður ekki að bíða í marga mánuðar þar til þú er búið með vinnu, veikindarétt hjá vinnuveitanda og stéttarfélögum og síðan farið á örorku, að þá er hægt að hjálpa fólki að þú veist ná tökum á lífinu strax. En svo eru alltaf einhverjir sem eru til í að sem bara tala herra og hafa meiri aðgang að fjölmiðlum og öðru sem eru með þessa bara falsfréttir. Já, það er svolítið óvægin umræða. Hún er svolítið óvægin umræðan. Það má sparka núna áður finnst mér í hópa sem að standa veikum fótum fastar heldur en ég hef séð í dálítið mörg ár. Upplifið þið það eins? Algjörlega. Ég vil bara segja að þetta er særandi og móðgandi umræða. Og það er eins og þeir sem að tala svona, gleymi því þau eru að tala fólk. Já. Þú veist, við erum ekki einhver kantsteinar, sko. Þú veist, það vantar svo mikið mannlega þátt í þessa umræðu og taka tillit til annara, reyna að skilja aðstæður. Er þetta hluti á sér að hægri pólitík? Og þetta er sko náttúrulega líka hluti aðeins bara, þetta er gömul hugsun, þetta eru gamlar kreddur. Varðandi það að fatlað fólk og öryrkjar séu sko byrði á samfélaginu, að sko bara mannauðurinn sé metin í framleiðni. Og að það sé það eina sem að sko setja meta mannauð með og ég hafna þeirri hugsun. Já, þetta er líka eins og skiptingin á milli þess hvort þú ert að vinna hjá einkaframtækinu eða ríkinu. Það er margir sem tala þannig að þú sett bara framleiða verðmæti eða þú ert á einkamarkaðinum. Þegar náttúrulega hið rétta er að gríðarlega stór fjöldi opinberra starfsmanna
náttúrulega framleiðslu verðmæti þeirra verða ekki sett í Excel-skjal eins og hvort sjúklingi líður vel hjá þeir á gjörgæsludeildinni eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta náttúrulega... Ef þið vilja fækka öryrkjum þá ættum við bara frekar að reyna svolítið að lagfæra kerfin okkar. Já. Taka meira tillit til allra, þú veist, þannig að bara öll viðmiðin svo á vinnumarkanum og í samfélaginu okkar eru miður fyrir hvíta miðaldra kallmenn með enga umönnunarbyrði og maður svolítið hugsa það þannig. Af því þú nefnir þetta þá dettur mér í huga, ekki mesta nýgengi örorku hjá konum yfir 60? Yfir 50. Yfir 50. Já. Og það sannarlega bara mikið áhyggjuefni hvað álagið á þeim virðist vera mikið. Algjörlega. Og þetta líka eitthvað sem mætti líka bara rannsaka í líka bara tengja til dæmis breytingarskeiðin í þetta. Já, Af því það bara gerist margt í líkama kvenna á breytingarskeiði sem að gera þær bara örmagna og annað og svo ofan á líka allt þetta álag sko. Meistararitgerð mín í rauninni fjallar þetta. Að ég að tala við þessar konur. Svo eru líka margir sjúkdómar sem að leggjast frekar á konur eins og til dæmis 70-90% þeirra sem fá slæma gigtarsjúkdóma eru konur. Og þessi sjúkdómar eru margir hverju hormónatengdir. Þannig að, þú veist, konur byrja að veikjast, þú veist, af þessum alvarlegu sjúkdóma, það ekki að tala um slitgigt eða eitthvað svona sem að gamla fólki fær. Þannig að það byrja að veikjast kringum gelgjuskeið og síðan þetta bara versna. Sumir sjúkdómar lagast eða fara á breytingskeiðið, aðrir versna. Og þannig að þessar konur eru oft, sem sagt, kannski búin að harka af sér í 20-30 ár og svo eru það komnar í þrot þegar það koma á þessum stað og þegar eru komnar í 50 kannski búin að koma börnum á stað út í lífið og það eru búin að pína sig áfram með vinnu og svo bara enda með það að bara brenna út og eru orðnar svona rosalega veikar þegar það loksins stoppa og fá hjálp og til dæmis greiningatími gigtarsjúkdóma getur verið 15-20 ár að þetta mjög flóknir sjúkdómar að greina þannig að fólk orðið rosalega veikt og þetta á við marga aðra sjúkdóma og það í rauninni skýringin á því akkur í vestræna þjóðfélagi þú veist til dæmis þessi stóri hópur þessi hópur sem við tala þetta yfirleitt konur með stóðkerfisvanda og þetta svona í öllum löndum sem eru með svipað kerfi og við að þú veist, eins og til dæmis í Danmörk, þá fólki gripið strax og þar gengur rosalega vel að hjálpa fólki að bara aðlaga vinnuna að sjúkdómum sínum og þar dettur fólk ekki eins mikið út af vinnumarkaði. En hér færðu enga hjálp fyrir en bara allt bara komið í skrúfuna. Þeir grípa þig þegar allt búið og þú ert lagstur í götuna, þá segja þér hvað getur þið gert fyrir þig. Svo lítill sveigjanlegi gæti hjálpa svo mikið á vinnumarkaði. Bara að taka tillit til fólks sem að veikjast. Svo aldursfordómar við mannaráðningar og svona líka sko. Svo má líka hugsa til þess en svo bara segjum sem svo ung kona sem eignast börn einhleyp móðir og fær ekki tækifæri til að mennta, hefur ekki fengið tækifæri til að mennta sig. Hún fer á vinnumarkaðinn og þar leiðandi að vera að vinna í láglaunastörfum og sem eru oft með mikla umönnunarbyrði eða álag og líkamlegt álag og hún fær engan stuðning. Hún lifir á einni framfærslinu á heimilið þó hún sé ekki öryrki eða neitt slíkt. Það bara kom núna fram í nýlegri rannsókn Vörðu að þessar mjög stór hópur þessara kvenna getur ekki tekist á við svona óvænta greiðslu upp á 100.000 krónur. Og þær sem sagt og það að vera þær búa þannig við kannski mikla fjárhagsáhyggjur, mikið álag og með rosalega mörg hlutverk og svo fer bara með tímanum heilsan að bresta. Það bara ofgera sér. Og þegar að börnin eru orðin 18 ára, þegar börnin verða 18 ára, þá til dæmis hjá konum sem eru öryrkjar, að þá sem sagt minnkar
tekjurna, minnka stuðningsgreiðslur til þeirra og þetta er rosalega erfitt tímabil og það er mjög slæmt, það þarf að brúa þetta bil sem að verður tekjubil hjá þeim þegar börnin eru að verða 18 ára vegna þess að þetta er tími, þetta gerir það verkum, það get ekki stutt börnin sín, það er ekki gert ráð fyrir framfærsluna þeirra að þeir séu að framfleyta börnum. Þannig að, og akkurat á þessum tíma 18 ára sem að oft svona mikil kostnaður við og þetta er líka óslega viðkomi tími fyrir þessi ungmenni því að þetta er tímið þar sem þau eru að taka mikilvægar ákvarðanir í lífið eins og til dæmis hvort þau eiga að ganga menntavegin eða fara bara strax að vinna og í þessari stöðu til dæmis hjálpar það ekki að það séu svona einskorðungagjöld í Háskóla Íslands. Ég sé ekki betur en að eina vitið fyrir okkur sem samfélag væri að allir öryrkjar fengju fengju fría skráningu í háskóluna í stað þess að fólk sé að hækka þessi gjöld því að það hlýtur að vera hvati samfélagsins að öryrkjar mennti sig sem best. Ég er algjörlega saman því og mér finnst líka að í rauninni væri til að búa ekki til þessa svona fátækra gildru sem að rúlla niður kynslóðarna, það þyrfti rauninni börn öryrkja þú veist að því að auðvitað eru börn sem að, þú veist, börn er 18 ára þegar útskrifast á menntaskóla eða 19 eftir hvað taka það langur tíma og þau ekkert fann að afla sér nefna tekna og þannig að þau geta ekkert borga skólagjöldin þannig að þau eiga foreldra sem hafa ekki pening til að borga skólagjöld og hverju er eðlilegt að styrkja börn fátæksfólks til tónlistanáms eða til að fara í fótbolta en ekki til að byggja framtíð sin. Þú ert að tala um frístundapassan þá eða Já. En þú veist, ef að það er svona mikilvægt að styrkja börn til að fá sömu tækifæri til tómstunda, akkur er ekki líka mikilvægt að styrkja þau til sömu tækifæri til menntunar? Í Evrópusambandinu er þetta gert. Já. Ég veit að einhverju leiti, þú veist bara til dæmis eins og þegar að nemandi fyrir Erasmus. Og ég segja já í ágúst bara út á þetta? Nei, ég bara, já, það getur verið, ég veit það ekki, ég ætla ekki að taka ákvörðun fyrir þig, en ég bara segi sem svo, ég var að ég var að vinna Sólum í Grímsnesi og var þá með umsjón yfir svona vistaskipta prógramum sem að voru tengd Evrópusambandinu og ég fór meðal annars á námskeið hjá þeim að halda utan þetta og hjá þeim að þá er alltaf þessi hópur ungmenni sem minni möguleika hafa og það eru börn einhleypra foreldra, börn fatlaðs fólks eða bara tekjulegum hópum að þau að fá þannig aðganga ákveðnum verkefnum. Einnig þegar þú fer sem Erasmus-nemandi að þá er þarna liður í Erasmus-programminu þar sem er þá fyrir ungmenni sem minni möguleika hafa. Það er orðað einhvern veginn öðruvís á íslensku að því við kannski þekkjum ekki alveg þetta hugtak og þá geta þau fengið aukastyrk í Erasmus. Sko Þórdís, segðu okkur hverju námið skilaði þér? Hvaða ávinning hafðir að náminu? Eftir hverju er að slægjast fyrir fátækt fólk sem er að velta þig fyrir sér hvort að láta vaða og skella sér í háskólan eða ekki? Maður kemst út úr einangruninni. Var náttúrulega orðin mjög félagslega einangraður að vera alltaf bara heima á sér og geta aldrei gert neitt og vinum fækkar og félögum og maður fer aldrei neitt. Maður hefur ekki efna á að vera mælt á einhver kaffihús. Þannig að svona félagsauðurinn er orðið nánast engin. Ef maður skjóta inn ég borgaði 1030 krónur fyrir lattibolla núna í síðustu viku í bæ. Nákvæmlega. Þannig að það getur ekki hver sem er left sér það en fyrir ekki. En svona félagsauð, maður byggir upp meiri félagsauð. Þetta er valdeflandi. Þetta byggir upp sjálfstraust. Þetta kennir manni að tjá sig. Gagnrýna hugsun, þú veist, maður verður bara virkar á allan hátt. En býta, ert þú öryrki? Já. Geturðu sagt mér hvað það er sem er að? Af því ég sé það ekki. Nei, ég er einn af þeim sem er svo heppin að vera með ósýnilega föllun. Fólk verður náttúrulega fyrir miklum fordómum þeim sem eru með ósýnilega fallanir. En ég er með mikið
svona, hvað maður segja, mjaðmagrindalós. Já. Og á erfitt með að sitja og standa og bara, og hreyfingu. Ertu verkjuð núna? Ertu verkjuð? Ertu með verki? Alltaf, ég veit ekkert hvað það að vera verkjalus. Þú ert alltaf með verki? Já, og búin að vera það í yfir 30 ár. Æ. Er ekki rosa flókið að finna réttu... Ertu að lyfja með það? Nei. Það er einfallega bara því að það er bara ómiklir aukaverkanir og... Já. En ég, eins og ég segi, þetta er búið að vera mjög langt ferli, búin að fara mörgursunum í endurhæfingu og Reykjalund og þetta er bara, já, og bara eins og maður segir, svo líka þegar þú ert alltaf verkjaður og ert svona, já, það fylgir andlegar áskorunni því. Já. Þú veist, eins og gigtarlæknir sagði við mig, sko, manneskja sem er búin með verki í mannkjælu, hvað hann sagði, 3 mánuði eða eitthvað, er farin komið kvíða, er komið einkenni þunglyndis. Þannig það er svona alls konar svona líka áskorun sem að leggja svo ofan á hitt. Er það svo gott hjá þér að fara í háskólan? Hvað er mörg ár síðan þú fórst lagðir upp í þetta ferðalag? Heyrðu, haustið 2019 þá ákvað ég að skella mér að taka stúdentspróf. Já, þú varst ekki með stúdentspróf þá? Nei, og ég tók stúdentsprófið á 1,5 ári. Já. Og dreif mig svo í háskólan 2021 og er að fara að útskrifast núna helgina. Til hamingju, þú ert svona flugvel gefin, það liggur vel fyrir þér að læra. Ég meina, þetta er sko bara rosalega flottur árangur, þú veist ekkert að gera þetta eitthvað lengri tíma eða neitt svoleiðis, þú veist að gera þetta bara í fullu námi. Mér fannst líka bara svo mikilvægt einhvern veginn þegar ég komst í það sem kallast eftir áratuga veikindi, þar sem maður var með náttúrulega alla þessa líkamlegu fallanir og komið náttúrulega bara með svona andlegar áskoranir líka að fá loksins greiningu á áfallastreituröskun og komast í meðferð við það. Og búin að vera öll þessi ár ránglega greint með þunglyndi og kvíða. Og leiði ég komst í áfallameðferðina þá fór mér sjálfur að líða svo miklu betur. Það bara komst upp úr dalnum, sem sagt er. Og hvernig er meðferðin gegn áfallastreituröskun? Hvernig er meðferðin gegn áfallastreituröskun? Einkum, er þetta samtöl eða? Þetta eru samtöl, svo er þetta EMDR meðferð. Sem er hvað? Sem er svona alls konar einhver svona hreyfingar sem að svona vekja upp. Já, svo bara vinnur maður úr því sem að gerist. En ég var rosalega mikið, ég notaði mest þessa samtalsmeðferð sem að var samt áfalla miðuð. Er þá farið aftur í tíman og finnur eða er þetta hvernig? Já, þú ert rauninni bara, í rauninni þetta er bara svona verið að vinda af áfallun. Þetta er svona, þú ert með áfallastreitur, þá ert alltaf með áfalli fyrir fram að þig. Og þá er kannski svona að byrja að vinda ofan í það sem er mestar hjá þig. Og svo bara svona er alltaf að fyrir dýpra. En fólk með áfallastreituröskun, þú ert aldrei laus við þetta. Þú ert kannski góður lengri tíma, svo gerist eitthvað sem að triggerar upp áfallið. Og maður er alltaf einhvern veginn að rekast á nýja hlið. En þetta var bara svona grunnurinn fyrir mig að komast í þessa meðferð. Því að þegar geðið er í lagi, þá getur lifað betur með verkjun. Og það er mjög alvarlegt þegar fólk er ránglega greint í áratugi, sko. Það er þetta er svo margar mismunandi sögur sem eru á bakvið hjá öryrkjum. Þú veist, margir öryrkjar eru bara hámennta fólk og og það eru sem sagt 3% fatlaðsfólks fæðist með fötlun og 1% fæðast með þroskaskerðingu en 97% er bara þverskurðurinn af samfélaginu, fólk sem að veikist, lendir í slysum, vakna upp í þeim einhverju svona einhverju sjúkdómar, kannski vegna álags eða áfalla
og þannig að þetta eru svo margar sögur. Já, og oft ekkert annað en heppni eða óheppni bara, ekki neitt annað. En sko, þegar við tölum þessa eibílísku sýn á fatlað fólk, þá sjá þeir ekki þennan fjölbreytileika. Þeir átta sig ekki á hvað er stór hluti þarna mentafólk og fólk sem getur gert alls konar hluti. Heldur sjá þeir okkur bara sem einhverja eina tegund af byrði á samfélaginu. Já, og kannski sér fólk bara mjög oft bara einhvern hjólastól. Já. Er það ekki? Já, annarkvart hjólastól eða einstakling með þroskaskerðingu. En öryrkjar er bara alls konar fólk. Það geta verið læknar og lögfræðingar og kennarar og bara hvað sem er. En mér langar svolítið að ég má segja hans frá hvaða merkingu eða þýðingu menntun hafði fyrir mig. Að ég sem sagt var orðin veik af mínu sjúkdóm þegar ég var bara barn og einn af mínum fyrstu minningum að sitja grátandi í sandkassa. Hver er sjúkdómur fyrir ekki það? Ég er með sjúkdóm sem heitir rauður úlfa sem er sjálfsónamssjúkdómur. Sjálfsónamssjúkdómur? Já, flokkar sem gigtarsjúkdómur. Já. Og ég sem sagt var bara grátandi yfir því að ég gat ekki haldið á skóflunni. Ég greinist því 37 ára. Fram að því gengi gegnum alls konar pakka eins og hún er að tala þú veist, það er fyrst sagt vaxtaverkir, síðan er bara að tala konur séu svo stressar að byrja háskólanum og síðan að maður stressar að vera ekki barn og síðan maður stressar að vera eiga barn og þannig að alltaf reynt að finna einhverju svona, kenna þér ástandið, kenna þér hvað er að þér. Og svo var ég svo heppin að ég lenti á undirstöðunlækni þegar ég var 37 ára sem greinaði mig með minn sjúkdóm. Og þá náttúrulega gjörbreytist lífið mitt þegar ég byrja á meðferð við mínu sjúkdóm. En fram að því hafði ég náttúrulega verið að reyna, þú veist, að því að það var ekkert að mér, nema stress og móðsýki að sögn læknanna, að þá náttúrulega var ég að halda bara áfram, að reyna að vinna og gera hluti. Og það að ég skildi eiga þess kost, þú veist, ég hefði aldrei getað að fara að vinna á hóteli eða þrifum eða vinna í stórmarkaði og ekki einu sem þó ég hefði verið svo heppin að fá fína vinnu í tískuverslun eða eitthvað svoleiðis þegar ég var ung manneskja. Og þannig ég sá mjög ung að ég yrði að reyna að halda mér skólans lengi og mögulegt væri. Og ég sem sagt útskrifaði síðan úr háskólanámi sem veitti mér aðgang að starfi þar sem ég gat valið með starf þar sem ég gæti haft stjórn á mínum vinnuaðstæðum. Og það gerði það verkum að ég gat unnið mjög lengi og ég reyndar ekki fullu starfi í dag en ég gat verið lengi í fullu starfi og af því að ég valdi vinnu, þú veist, var kennari, ég valdi vinnu á síka staði og sitið þegar hentaði og bara stjórna dögunum eftir því sem sjúkdómurinn bauð upp á. Og það gerði það verkum að þegar ég neyddist að minnka við með vinnu af mínum ósynlega sjúkdómi sem að þú veist fólk náttúrulega átt að segja á ég sé með að þá gæti ég fengið lífeyri frá lífeyrissjóði sem gerir það verkum að ég lifi ekki við fátækt í dag og ég er og eins og flestir aðrir öryrkjar að ég er stöðugt að reyna að auka með vinnuna vegna þess að það er ekkert sem er skemmtilegt við að það að vera veikur heima og enda eru flestir öryrkjar að vinna einhver sjálfboðastörf eða að þú veist hjálpa öðrum einhvern hátt eða gera eitthvað og reyna að finna sér verkefni og flesti vilja halda sér í vinnu eins lengi og mögulegt er og leiðin að því að geta haldið sér í vinnu er að lenda ekki í þessum líkamlega erfiðu störfum þá bara klárar þau miklu fyrr og eins og til dæmis stoðkerfissjúkdómar og margir aðrir sjúkdómar eru tengdir álagi og svona samblanda erfðum umhverfisþáttum og umhverfisþættirnir geta verið það að þú veist í ofið erfiðri vinnu og þá er maður í raun að búa til öryrkja með að hleypa fólk ekki í menntun og hjálpa maður að fara í störf þar sem geta fengið viðandi aðlögun og verið í vinnu þar sem þau ráða við. Þannig að menntun er grundvöllurinn að því að fólk geti verið lengur á vinnumarka og vonandi þá út alla starfsæfina. Ég tek undir þetta er svo, þú veist, bara þegar ég tek ákvörðun var náttúrulega alltaf draumurinn minn að mennta mig en þegar ég tók ákvörðun að fara í nám og það var út af því ég bara núna bara líður mér betur, mér langar ekki að vera lengur í þessari einangrun og í þessari fátæktargildu og geta aldrei leyft mér neitt og hver er leiðin fyrir mig?
ég var ekki að fara að vinna aftur í aðhlynning á störfum eins og ég gerði áður en að ég fór á örorku. Þannig að leiði mín var svo að fara í nám. Og svo er það mitt að finna jafnvægi á milli starfsgetu. Þú veist, hvað get ég unni mikið og hvernig get ég unni? Þú veist, þetta er allt pínlítlar... Starfsorku, vil ég segja frekar. Já, starfsorkan. Þannig að, ok, þetta er áskorunum mín í dag. Og svo er mín saga allt öðruvis heldur þeirra. Já, hvernig því? Sko, ég sem sagt er menntuð í tungumálum, frönsku og spænsku. Og og ferðamálafræði. Ég tók ferðamálaskólan í menntaskólum í Kópavogi á sínum tíma og leiðsöguskólan og ég er leiðsögumaður fyrir ensku, frönsku og spænsku. Og starfaði ferðarþjónustu bara af mikilli hugsjón. Ég er alveg upp á ferðamannastað og Akureyri og Mývatnssveitin eins og þú og Reykholt í Borgarfirði. Og þannig að ég bara ákvað bara sem ung stúlka að mér langaði að vinna við ferðarþjónustu. Ég elskaði ferðarþjónustu. Ég svo fegin að hafa sko í rauninni bara upplifað upphaf ferðarþjónustunar. Svona svolítið hvernig hún þróaðist, bara eins og í Reykholti í Borgarfirði, hjá afa mínum og ömmu í presseturinn í Reykholti. Þetta var svona hálfgerður pílagríma staður ferðamanna. Og amma sem var mikil tungumálakona sagði þeim frá og afi sem var sakfræðingur sagði þeim söguna, hann var prestur og gekk út allt að segja þeim frá Snorra Sturlusyni og og svo var öllum boðið inn í kaffi. Og það var svona kannski er upphafið að við bara voru svo glöð að fá ferðamenn í heimsókn og syntu þeim vel og svo fórum við að uppgötva að byggja viðskipti í kringum þetta og taka á móti ferðamennum. Þannig að ég svona upplifi mig að vera rík af þessari reynslu að hafa séð þetta svona í fæðingu. En svo sem sagt bara eftir hruni þá byrja ég að sko ég var náttúrulega svo rosalega miklu álagi. Ég var búin að vera sko með dóttur mína sem sagt í rauninni með miklar heilsufars áskoranir og langveik á tímabili og vegna öndunarfæri sjúkdóma og ég var búin að vera undir svo miklu álagi bara út af hennar veikindum og veikindum föður hennar og síðan og þannig ég bara ofgerði mér svo mikið í hruninu, bara varð fyrir miklu tjóni í hruninu og þá var bara svona svo kvikni á allir þessi gikt og ég fer sko að verða bara verri og fór að eiga mjög erfitt með gang og síðan sko sem sagt og síðan lendi ég í alvarlegu bílslysi og það er það sem að kannski gerði gæfumuninn en það sem að Gæfumuninn Já, úrslit, gerði kannski úrslitin og það var sama fyrir mig, það tók mér langa tíma að komast yfir á örorku og allt þetta og ég var sko ekkert ánægð með þetta og ég fór alltaf í þetta að reyna að byggja mig upp og reyna að því mér langaði bara að komast aftur á vinnumarkaðinn en þá þegar úrstóðin öryrki þá bara komst ég að því þá var bara enginn gladur að ég var að fara að líða svolítið betur. Það því þá bara taka við skerðingarnar og þú getur ekkert farið á vinnumarkaðinn aftur, þú ert alveg læstur þann inni. Það er svo mengalla kerfi. Þannig að 2020 þá ákvað ég að drífa mig í háskólanám og byrjaði að fara í ferðamálafræðin upp í háskóla. Já, vel gert. Og tók hana að hluta til og en þá sko bara fann ég mikla þörf fyrir að ég var að vinna ég var alltaf í velferðarhóp hjá Vinstri grænum og þá þegar mummi var að gerast félagsmálaráðherra og þetta allt saman og ég bara fékk svo mikinn áhuga á þessum málaflokki að ég ákvað að fara í diplómanám í fötlunarfræði og þetta hefur gefið mér alveg gríðarlega mikið og sem sagt erum við orðin við erum komin á tíma þurfum að fara að slúta og núna er ég bara komin í meistaranám bara geggjað og þetta gefur mér alveg gríðarlega mikið ekki síst fyrir mína sjálfsmynd og einnig bara fyrir markmið að leggja mitt að mörkum til þess að
til þess að í rauninni bæta samfélagið og líf fatlaðs fólks. Mikil gjöf fyrir mig að hlusta á sögur ykkar allra. Ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að deila þeim. Má ég koma með smá lokaorð? Já. Ég vil bara hvetja Silju Báru og Háskóla Íslands til þess að komast til móts við lágtekju fólk, öryrkja, lækka þessi skólagjöld eða skráningagjöld. Ég tek bara undir þau orð. Ég get tekið það fyrir 5.000 skall. En það var ekki bara upphæðin og það sem var áhugavert að ræða hér í dag, heldur líka bara að fá aðeins að kynnast ykkur og fá að kynnast þessum heimi, og ég held að það sé einmitt eitthvað sem við þurfum að reyna að leggja meiri nattni við. Það er hvað er á bakvið, tölur og þessa hópa. Þannig að takk fyrir að mennta mig í dag ykkar mál, Anna Margrét Bjarnadóttir, Þórdís Bjarnleifsdóttir og Hrönn Stefánsdóttir. Takk fyrir komuna. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Og við göngum áfram götuna, kæru hlustendur, áhorfendur, nýrkafli eftir andartak, ekki fyrir langt. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Komið sæl. Í dag ætlum við að fjalla eða réttar sagt að tala við konu sem hefur fengið eiginlega stærri pakka af áföllum í lífinu heldur margur annar. Og ég býð velkomna að henga til mín Sigurlaugu Gísladóttur. Sælblessu. Sem að jafnframt er vinkona mín og býr á Blöndósi, ekki Selfossi, Blöndósi. Velkomin Silla mín. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Ég ætla að ræða við þig bara allt mögulegt og ég veit okkur endist ekki tíminn til þess að fara yfir það allt saman, en það sem vakti athygli mína þegar ég kynntist þér fyrst var að þú átt 4 börn, Já. Eina stúlku og 3 drengi og allir drengirnir þínir eru það sem kallað er lögblindir. Já, það passar. Og eru svona það sem við myndum bara kalla í dag nánast alveg blindir með pínu litla sjón. Já. Þegar elsti strákurinn fæddist, kom þetta strax í ljós? Nei. Ég var búin að fara margoft með hann til augnlæknis og ekkert gekk og var eiginlega satt best að segja orðið alltaf pirruð á því að vera þetta, en hann var náttúrulega fæddur með litningagalla líka og heyrði undir greiningastöð ríkisins. Já. Og En þú varst búin að sjá eitthvað óeðlilegt við? Já, það leyndi sér ekkert, hann var svo ofboðslega birtufælinn. Já. Og vildi helst ekki vera úti þegar það var sól og snjór og svona. En svo urðum við fyrir því happið, ég pantaði tíma hjá augnlækni sem var í Kringlunni þá, kona, sem að bara leið og hún sá Gulla og þá sagði hann, heyrðu, bara ég ætla að vísa ykkur bara beint á sjónstöðina, sem heitir núna Þjónustu- og þekkingarmiðstöð. Og þá kom þessi greining í ljós, það er að segja akromatópsía. Akromatópsía, það er einhver ákveðin Já, það er sem sagt, það er í rauninni, ég held að kallið það vanti litakeilurnar í augun, sem að gera það verkum að þeir sjá, það sem þeir sjá er í svarthvítu, enga liti og ofboðslega birtufælni. Þeir eru þessi kettirnir, þeir vilja helst vera út á nóttinu á kvöldin. Já, ég tek eftir því að þeir eru alltaf með sólgleru. Já. En sko, ég tala þá, það var ekki bara elsti sonurinn sem var fyrir þessu heldur 2, þeir yngri líka. Já, Gunnhildur er fædd 81 og Gunnlaugur 84
Svo kemur Daniel 91 og Sigurður Þorri 99 og þegar Daniel fæðist þá sá ég strax að þetta var ekki lagi heldur og það var nú fara að tala um að ég væri nú bara ímyndunarveik og móðir sko. Þetta kæmi mestalagi fyrir 1 barn sko en ekki 2. Hvað þá 3? Og hvað þá 3, það taldist fræðilega útiloka bara. En það gerist nú samt, þannig en Daniel fékk tiltölulega fljóta greiningu sko, en ég þurfti svolítið að ganga eftir þið með Sigurð Þóra. Yngsta strákin? Yngsta, þeir bara trúði því ekki að þetta geti gerst einu sinni. Nei. En var þér sagt að þetta gæti gerst þegar þú gerst með 2 yngri drengina? Nei, það var eiginlega bara talið útiloka sko. Já. Þetta væri bara einstakt. Og veistu fleiri svona tilfelli á Íslandi? Já, síðast þegar ég vissi þá voru þau 17, ég á 3 af þeim en ef ég man rétt þá sagði Guðmundur Viggós mér augnlæknir að 13 þeirra ættu uppruna sinn austan að landi. Já. Það er sérkennileg tilviljun. Já. Eða kannski er það ekki tilviljun. Já, kannski er það ekki tilviljun en hann var búinn að finna þá út að þau ættu ættir og sum jafnvel bjuggu. Það var ekki mann eftir að hann sagði mér að væri einhver að vopna fyrir því og þau sem voru á Akureyri, þau voru ættuð að austan. Já. Þannig að það liggur í einhverjum ættum þarna. Já, trúlega. En já, þú talar fyrir austan, þið bjuggu þar þegar strákarnir ykkar. Bjöggum í Hróarstungu austur og Héraði. Já. En hvernig var að ala upp 3 börn sem eru svona mikið fötluð? Ég held að það hafi ekkert verið öðruvísi fyrir okkur heldur en aðra. Þeir voru náttúrulega 3, Gunnhildur var með Sjón. Já. Og hún hefur ekki fengið þennan sjúkdóm? Nei, hún fekk þetta ekki en ég held að það hefur ekkert verið aldnir upp öðruvísi sko. En búandi fyrir austan, svona langt frá allir í þjónustu, háði það ykkur ekkert? Nei, mér fannst það ekki. Við fengum mjög góða þjónustu frá sjónstöðinni. Sérstaklega eftir að við fluttum í Egilsstaði. Þetta var erfiðara meðan við byggum í sveitinni af því að það var svona lengra í en það kom fólk frá sjónstöðinni í grunnskólan á Egilsstöðum og svoleiðis og með fræðslu og þannig að það var ekki. En hvernig gekk þeim að læra? Bara mjög vel. Já. Já. Þurftu þeir ekki ákveðin búnað til þess að? Jú, þeir voru hvað yngstir og þá voru þeir með borð, svona hallandi borð til þess að verða ekki alveg í keng og með vöðvabólgu, það er svolítið fylgir þeim vöðvabólga og Daniel fekk svo þegar hann var komin í menntaskóla þá fekk hann það sem var kallaður Svanahálsin, þá gat hann beint ákveðnum á töfluna og sá það þá í tölvunni hjá sér sem hann fekk að lána hjá sjónstöðinni. Já. Og Sigurður Þorri fekk svo að gjöf tölvu frá Thorvaldsensfélaginu þegar hann byrjaði í skóla og sem hann nýttist honum opbáslega vel. Já. Þá gat hann bara stækkað og minkaði letur eftir því hvað honum hentaði. Gunnlaugur aftur með fyrstu greininguna, það var ekki alveg eins, hann náttúrulega glímdi við aðra erfiðleika líka. Já. Og hann átti erfitt með að læra í hóp. Já. Og þurfti svona til þess að ná sama árangri og hinn, þá hefði hann þurft kennslumaður og mann sem var bara ekki í boði. Nei. Hefði kannski verið í boði hér á höfuðborgarsvæðinu? Ég efast það. Það var komin þessi stefna sko, það eiga allir að vera eins og allir bara inn í þessu almenna bekkjakerfi. Já. Og það er að segja þessi skóli án aðgreiningar. Já. En hann hendar bara ekkert öllum. En þeir hafa greinilega allir geta lært. Já. Og hvernig tókust þeir sjálfir á við þetta og hvað var erfiðast fyrir þá? Þá kannski ekki endilega í námi, bara í daglegu lífi? Kannski erfiðast félagslega. Það gekk allt út á boltaleiki. Já. Fótbolta, körfubolta, handbolta og þar voru þeir bara ekki
Ekki alveg gjaldgengir og hérna, en Daniel var reynda mikið í frjálsum, þangað til að ISI ákvaða að kippa út keppnum í greinum án atrennu, þar að segja langstökki og þríkstokki og þessu, það var alltaf hægt að keppa í því án atrennu. Já. Sem hendaði honum mjög vel því hann sá náttúrulega ekki línuna hvað hann átt að stíga í atrennunni og þá hætti hann, en hann var mjög góður í íþróttum. Sko. Þegar þú talar félagslega, já, það auðvitað takmörkum háð hvað þeir gátu gert, en að öðru leyti, eignuðust þeir ekki vini? Jú. Gunnlaugur var reynda kannski alltaf svolítið einangraður, sko, en hann var bara mjög einrætn af eðlisfari líka. Já. Fannst þetta nú bara eiginlega að vera vesen að vera með einhverja fylgifiska yfir sér. En hann var náttúrulega mjög sérstakur. Já. En það svolítið merkilt þegar þú talar þetta og alla tíð. Þér hefur aldrei fundist þetta neitt mál. Nei. Og ég hef aldrei tekið eftir því að þú hafi verið eitthvað leið eða þunglindi yfir þessu. Nei, ég fór einmitt á námskeið hjá 2 sálfræðingum á vegum Blindrafélags eða sjónstöðunni, ég man nú ekki hvort það var og mjög búið að koma á þá námskeið eða fræðslu, ég man nú ekki hvort það var kallað og þar voru foreldrar að lýsa því þessu áfalli að hafa eignast blind eða sjónskert barn og sorgarviðbrögðum og eitthvað svoleiðis og ég var bara eins út að aka sko. Ég bara fann mig ekki í þessu og já. En strákarnir sjálfir, nú auðvitað þekkja þeir ekkit annað heldur en þeir eru fættir svona, þekkja ekkit annað. Hafa þeir alveg tekið þessu, hefur aldrei komið að svona myrkum dögum hjá þeim? Nei, ekki myndi ég segja svona myrkum dögum, en bílprófsaldurinn var erfiður, sko. Þeir vissu það reyndar og við sögðum þeim það strax að það bara þeir höfðu þroska til að bílpróf yrði ekki eitthvað sem þeir myndu geta fengið en það kannski skall á þeim svolítið svona þegar vinirnir fóru að taka bílprófa að þetta væri raunverulegt. Þeir hafa hjólað allt, er það ekki? Já. Ég meina þeir hafa keyrt, sko. Þeir kunna alveg að keyra og þeir hafa verið á snjósliðum og Daniel átti jeppa á 38 tómu en hann var náttúrulega bara keyrður inn á fjöllum. Þeir láta ekki stoppa sig. Nei, þeir láta ekki stoppa sig. En svo Daniel sem er miðjustrákurinn, hann fór svo í langskólan á. Já, hann fór í háskólan í Reykjavík í tölvunarfræði. Já. Og kláraði það? Nei, hann kláraði það reyndar ekki. Hann átti þarna bara rétt það síðasta eftir en þá fannst honum orðið kennslan snúast allt annað en tölvunarfræði. Honum fannst þetta vera orðið eitthvað uppfyllingarnám og sem ekki var á hans áhuga sviði og fór því bara að vinna. Já, en hann fekk vinnu við? Já, hann er kerfisfræðingur hjá gagnaverinu á Blönduósi eða hjá Boralis Datacenter, sko. Það er ekkert annað. Og líka Sigurður Þorri? Já, yngsti strákurinn? Já, hann vinnur það líka. Þeir eru allir í þessu tölvudóti, sko. Já, það er nú sem betur fyrir tæknin sem að hjálpar. Já, og þeir eru mjög duglegir að nýta sér það. Allavega, sko. Það sem þeir bíða mest spenntir eftir, sko, eru sjálfkerfandi bílarnir. Já, ég get ímyndað með það. Þannig að þeir þurfu ekki verið upp á aðra komnir með þá þjónustu. Einmitt. Já, þannig að þeir pluma sig ágætlega. En svo gerist ákveðin atburður í þínu lífi sem hefur haft mikil áhrif á alla fjölskylduna. Að Gunnlaugur, elsti sonur þinn, hann veikist að krabbameini, ekki satt? Jú. Já. Og að glíma við það þegar það kemur upp eitthvað annað ástand hjá hann? Já, hann greinist voru 2020 með bráðahvítblæði og eða sumarið er það komin endanlega greining á því og hann fer í lyfjameðferð í lok ágúst, lyfjameðferð númer 1
sem gekk bara ótrúlega vel og hann átti að fá viku heima í frí á milli meðferða. Þá náttúrulega COVID-skollið á alveg á miljandi siglingu sko og svo þegar hann búin að vera þarna 2-3 daga heima þá veikist hann og þeir heldur kannski að væri COVID og þorði ekki hann að flytja hann á spítala aftur. Þannig að lyfjameðferð númer 2 byrjaði svo stuttu seinna. Þeir voru vissir að þetta var ekki COVID sem var að honum. En þegar henni var lokið þá var nokkuð ljóst að þetta var ekki að virka, þessari lyfjameðferðir. Hann átti að fara í númer 3 líka og þá hugsanlega til Svíþjóðar í mergskipti. En þetta var ekki skilað þeim árangri þannig að það varð aldrei úr 3. meðferðinni. Þannig að á gamlástag kemur hann heim og þá búin að ljúka sinni meðferð og þá hófst bara þetta, hvað maður að segja, svona stöðuleika ferli. Hann þurfti blóð 2. til 3. hverju viku. Við vorum að trappa niður öll eiturlyfin, oxíið og fentanýlið og allt þetta. Það tók okkur fram á vorið að ná því í burtu og hann fór bara í sína reglulegu blóðgjafir og svo rúndaði hann bara á sínu hjóli og í júní var hann búinn að kaupa sér íbúð þarna 2021 og fékk hann afhenta 14. eða 15. júní allsællur og flutti þangað og lífið bara, gekk sinn vanagang. Krabbinn var þarna en hann var hvorki betri eða verri. Þeir náðu honum ákveðið niður í þessum lyfjameðferðir og hann var þarna en hann var bara til friðs. Og þannig gekk það þangað til sumarið 2023. Þannig vorið 2023. En hann sem sagt þurfti ákveðið lyf af því hann þurfti allar þessar blóðgjafir. Þá hækkar alltaf járnið í okkur og af honum var ekki hægt að tappa af eins og með aðra sem að hleðst upp járn og þannig að hann fékk lyf sem að hélt því í skefjum og lækkaði járnið sem hann þoldi mjög vel. En þá kom þessi ömurlegi atburður að þeir ákvaða að taka það lyf af honum og setja hann á eitthvað samheita lyf. Sem þeir töldu að myndi virka eins? Já, ég meina efnin í því eru þau sömu þar sé svo kallu virku efni. En Gunnlaugur hefur allatíð sýnt þau einkenni að þegar hann fer á samheita lyf eða einhver ódýrari lyf að þá þolir hann þau ekki. Og það gilti maga, hvað heitir það, bakflæðislyfin hans, Crohns-lyfin hans, hann var með Crohns líka og hann þoldi ekki ódýrari lyfin. Virkaefnið það sama en það eru þessi íblöndunarefni sem eru oft á tíðum öðruvísi og fólk getur reynilega bara haft ánæmi fyrir þeim. Það er í sjálfu sér ekkert að samheita lyfjum. Þau geta verið fyrir suma bara betri með þess að. En við vissum það að það yrði ekki þannig fyrir Gunnlaug. Það var bara saga búin að sýna það. En það var alveg sama hvernig við létum að þeir létu hann á þetta samheita lyf. Og þá verður hann bara opaslega veikur. Hvernig veikur? Hann byrjar að steypast út í sárum. Fyrst á læri við endaþarm, svo fór það í andlitið á honum, höfuðið, hendurnar og þar ég bara ekki neitt við neitt. Og hann fer inn á spítalan á Akureyri í mánaðamótin ágúst-september. Og hann átti ekki það, hann átti kvæmt. Baðstu hitt lífið aftur? Ég margbað það að þessu yrði ekki breytt. Ég skrifaði lyfjanefnd ríkisins, ég skrifaði öllum sem ég datt í hug að skrifa. Læknirinn hans skrifaði 3 bréf það að hann fengi að halda áfram á hinu lyfinu en allt kom fyrir ekki. En svo kom það í ljós þegar heimildin, miðillinn heimildin fór að skoða þetta mál að það eins og það eitthvað klikkað í kerfinu.
vottorðin sem að læknirinn skrifaði, þau virtust aldrei hafa farið á réttan stað. Og það finnst mér mjög sérstakt. Telur þetta hafi verið bara út af kostnaði? Fyrra lyfið var dýrara, klárlega, en ekki þannig að það væri réttlætanlegt finnst mér að þeirra margbúið að vara þá sem að málunni koma við því að þetta myndi hafa slæm áhrif. Það var ekki svo mikið dýrara. Jú, það var dýrara en ekki þannig. En það er svo skrítið líka þegar ef ég fæ ávísa lyf og þá get ég valið hvort ég vilji frumlyfið eða hvort ég vilji taka út dýrara samheitalyfið. Ég fæ að velja en Gunnlaugur fékk aldrei að velja. Það var bara nei. Hvaða skýringar fékkstu á þessu? Engar? Nei, ekki sem ég get kallað skýringar. Ég veit ekki hvað ég fékk mörg bréf frá lyfjanefnd. Það sem að þessi samsuða var það að þetta er sama grunnlyfið og það er mælt með þessu og þetta er þeirra form á vinnubrögðum sem sagt og það breytti engu. Hvaða skýringar gáfuður á þessum sárum? Einhverja skýringu hljóta að gefið á því? Nei, þau gáfu enga skýringu á því og hann greinist með sjúkdóminn á Akureyri, pínodermugangrenósum, þessi sárasjúkdómur. En ég komst að því bara hjá blaðamanni Heimildarinnar þegar hún fór að rannsaka þetta lyf og þessi lyf, en það gildir reynda líka frumlyfið að það getur brotist út svona sára myndun af þessu lyfi, en það var ekkert frekar af samheitalyfinu frekar en frumlyfinu. En hins vegar hann er búin að vera á frumlyfinu á annað ár, en þetta gerist þegar hann kemur á samheitalyfið. Bara strax? Það byrjaði bara að myndast 3-4 dögum seinna. Vildu þeir aldrei samþykja það, læknarnir, að það geti verið út af? Nei. Alltaf þegar ég var að tala þetta á sjúkrahúsinu á Akureyri og Vikulaugur þá var það eins og þetta var frábært fólk á Akureyri, ég vil taka það fram á lyfjadeildinni, þetta var bara einstakt fólk þarna. Að læknarnir urðu alltaf opaslega busy og þurfti að flýta sér ef ég fór eitthvað að tala það. Þeir mega örugglega ekki samsinna eða samþykja eitthvað svona fullyrðingar frá einhverju kellingu þarna inn á deild. Manni dettur í hug að þetta sé eitthvað svona þrjóska að viðurkenna ekki að það sem aðstandandi segir sé kannski eitthvað viti. Þetta er sem sagt mér finnst alveg sjálfsagt að nota samheitalyf Ég er ekki í þessu ströggli að því ég er á móti samheitalyfjum. Það er bara alls ekki þannig. En með fárveikan sjúkling eins og Gunnlaugur var að leyfa sér það að fara að skipta lyf finnst mér bara ábyrgð hlutur. Bara það. Hitt var vitað að hann þoldi, það var ekkert vitað með framhaldið. Og þú ert bara að tefla, hvað sem er rússneska rúllettu, heilbrigðiskerfi þegar þú gerir svona. Já, þetta er undarlegt. Þetta er mjög undarlegt. Hvernig tók Gunnlaugur þessu öllu saman? Hann var ofsalega hræddur. Hann var náttúrulega búin að glíma við heilbrigðiskerfi mjög lengi bæði á kronsjúkdómnum og bakflæðinu og því og það tók hann mörg ár, til dæmis hann þoldi ekki að fá pensilín í töfluformi. Það var bara, það var bara eins og að tala við umferðarskiltin í Reykjavík að tala við læknana það að hann þyrfti að fá það í æð. Það var alveg ótrúlegt að það skildi þurfa að standa í stappi fyrir því að þeir skildu trúa því að hann fylgdi þau ekki í töfluformi. Hann var bara veikur.
Ef hann tók inn pensilín í töfluformi þá satt hann bara á klósitinu og komst ekki frá, sko. Og það tók okkur 3-4 ár. Þegar við fengið það leiðrétt? Já, á endanum, en þú veist, það kom alltaf upp, sko. Við þurftum alltaf að þið verðið að skoða sjúkraskýrslunar. Þú veist, ef það kom einhver nýra að málinu, þú veist, þá þurfti alltaf að byrja sömu sögunni. Og það var bara eins og hún væri aldrei trúað. Af hverju heldur það hefur verið? Af því hann var... Vegna þess að hann var greindur misþroska og með þroskaskerðingu, þá held ég að það hafi aldrei verið trúað. Og það eru, og ég upplifið það bara svo oft bæði á Borgarspítalanum og þegar hann bað mig að fara með sér til læknana, sko, þegar hann vissi að hann þurfti sýklalyf, sko, að þá, ég veit ekki hvað, ég flög margar ferðir frá Egilsstöðum þegar við byggum þar, af því að þá bjó hann hér í Reykjavík, að fara með hann til læknis vegna þess að hann vissi það og honum er ekki trúað. Já. Og þá var alltaf að tala við mig, ekki við hann, sko. Hann var með greiningu og þá var bara ekki margtækt það sem hann sagði. Þetta er svolítið sorglegt. Og þetta er fyrst og fremst hjá hinu hámennta fólki sem við lendum í þessu. Við lendum aldrei í þessu bara við mannin út á götu eða svona fordómum. Þetta er alltaf í heilbrigðiskerfinu. Og þetta er nákvæmlega það sama, það sem konur eru að upplifa sem fara til læknis ef þær eru í aðeins yfirþyngd, hafa einhver tíman greinst með kvíða eða eitthvað. Það er alveg sama hvað enginn er koma með þær að fara út að labba eða hreyfa sig, létta sig og gera æfingur út af vöðabólgu. Það er alltaf skoðan eitt meira. Ekki að þú ert kona komin á góðan aldur og ert með einhver auka kíló, sko. Heldurðu, Silja, að læknarnir séu þarna að verja ákvarðanir sínar? Jafnvel þó þeir viti betur. Manni virðist að stundum. Ég veit ekki hvað ég að segja um það. Hins vegar, sko, kemst maður ekki hjá því að fyllast grunsemdum að sé verið að verja einhverjar ákvarðanir eins og núna mér er neitað aðgang á sjúkraskýrslum Gunnlaugs frá að hálfu Landspítalans. Og það sem er á bakvið heilsuveru og sjúkratryggingar og það. En til dæmis Akureyri, Heilbrigðisstofnun Norðurlands, ég er með aðgang á öllum sjúkraskýrslunum hans þar og búin að fá öll gögn. Getur ekki vitnað í einhverja reglur sem gilda um þetta? Ég meina, það er búið að því, það er bara samt nei. Ég þarf að höfða mál til þess að fá gögnin, sko. Og lögfræðingur segir mér að ég muni vinna það mál, en ég hef engin efni á því að höfða það mál. Nei, þó það nú væri. Þannig að þetta er búið að vera mikil barátta hjá ykkur fjölskyldinu og aðalega bitna á þér náttúrulega. Já, það er náttúrulega, ég hef verið í eldlínun en þetta er náttúrulega bitna jæmt á okkur öllum, sko. Já, skiljanlega. En hvað var það sem að fór honum mjög aftur á spítalanum á Akureyri? Var þetta alveg... Honum fór bara, já, sko, það réðist... Beinleið niður. Já, og sem sagt þegar þessi sár byrjuðu og voru mjög mikil á tímabili. Við vorum að sendur suðu með sjúkraflugi þarna miður tímabilinu til þess að reyna að fá greiningar á þessu því að sterar virkuðu á þessi sár en leið og bara var að fara að trappa niður sterana þá blossuðu þau upp aftur. Ég sá myndir af honum. Þetta var skelfilegt. Þetta var allt svakalegt. Og hann fær sprautulif þegar búið að greina þetta og það er að virka. En þá tók hann tók þá ákvörðun að neita að taka jarðlækkunarlyfið. Leið honum illa því? Já, hann sem sagt og við vorum samfærð um það að það var það sem var að valda þessum sárum. Og hann sem sagt neita að taka jarðlækkunarlyfið nema hann fengi frumlyfið sem hann fekk ekki. Og þá náttúrulega hlóðst upp járnið og sem er hans banamein í rauninni, það er ofhleðsla á járni. En í dánarvottorðið er skrifað Crohns, pínudermum, gangrenósum og krabbi. Það er hvergi minnst á ofhleðsla á járni. Ég velti því fyrir mig hvort að þú sést ekki bitur eftir þetta alls saman. Já, sko, jú, þetta var á einhverju leiti bitur en það þjóna bara voðalega litlum tilgangi, sko.
og lífið verður að halda áfram. En ég vil bara ekki að þetta aðrilega í þessu. Þess vegna held ég áfram að hamra járnið. Já, ég veit að það ekki þægilegt fyrir því að tala þetta, Silla, en hvað viltu ráðleggja fólki sem stendur í þessari baráttu, kannski ekki alveg eins og þinni baráttu, en baráttu við að fá sínu framgengt, því að það þekkir engin sjúklingi betur heldur en aðstandandinn. Nei, og sjúklingurinn sjálfur líka. Og tala um sjúklingin sjálfan, sko. Það vantar betri hlustun og það þarf að fara að breyta, það þarf að breyta hvernig hún nálgast sjúklingin. Auðvitað eru til, þú veist, eins og eitt læknir sagði mér, ímyndunarveikar kellingar, hann sagði það næstu því, sko, en þú veist, auðvitað er þetta til, einhver sem að, þú veist, er alltaf að krópa úlfur, en þú mátt ekki láta það hafa áhrif á alla hina. Þú verður að ná þeirri færni að geta lesið í, og þetta eins og með konur, hvað þær eru alltaf afskrifaðar með kvíða, þunglyndi og öðabólgu og hérna bara ég og mín fjölskylda þekkjum 4 konur sem eru látnar vegna þess að það var ekki hlustað. Þetta var allar krabba. Hvað er þetta að segja? Já, og þetta var bara vöðabólga, kvíði, þunglindi og eitthvað annað. Reykingar, jú. Já. Hitt var ekki skoða fyrir en það var svo seint. Og þessu þarf að breyta. Og þú verður að hlusta á sjúklingin og eða aðstöndendur ef það er að ræða betur. Hvort sem að sjúklingurinn er fatlaður eða ófatlaður. Fatlaður eða ekki fatlaður, sko, það skiptir ekki máli og Gunnlaugur var ekkert fatlaður hérna, sko. Nei. Þú veist, hann var með þessa greiningu en vissi alveg hvað hann var að segja. Misþroska, þú veist, hann var kannski ekki jafn góður í öllu, en í maður og mann og daglega lífinu þá var hann hærri en við. Þú veist, það er þetta misþroska, þú veit, ef að þessi að miðjun er 100, þá ertu kannski á sumum sviðum, og við líka, kannski 80, 90, og svo erum við kannski öðrum sviðum 110, 120, og það var þannig með Gunnlaug líka. Eftir að Gunnlaug var dáin, var einhvern tíma viðurkennt að það hefði ekki verið rétt staðið að málum? Nei. Aldrei? Nei. Nei. Ekkert svoleiðis. Ég ætla aðeins að venda mínu kveði í kross núna og tala strákana þína, Sigurð Þorra og Daniel. Og ég var alveg yfir mig hissa þegar ég frétti það að Daniel hefði bara hreinlega byggt heilt einbýlshús á Já, hann byggði sér hús. Með 5-7% sjón eða hvað hann er með. Já. Hvernig fer hann að þessu? Er hann með stækkunarklifur? Nei, hann er það nú reyndar ekki, sko, en þetta er kannski kjánaleg spurning. En þetta er svona kannski eins og ég og vinkona mín komum í skemmuna þar sem að öll smíðatólin eru og þeir bræður voru að smíða hérna svona kofa fyrir einstakling. Já. Og sem áttu að vera gluggalás, þetta var svona garðskúr. Og við komum þarna inn og þeir eru inn í kofanum eða okkur fannst niða myrkri, þá voru þeir að mæla, sko. Við sáum ekki baun. Þá voru þeir að mæla fyrir hillum eða einhverju svoleið sem átti að vera þarna inni, sko. Og sáu alveg á tommustokkin? Já, það var myrkur, það sá á tommustokkin. Nei, þetta er líka, sko, þeir græja sig upp og hérna nýta tæknina. Til dæmis eins og leyserar voru alla jafna fyrst allir með svona rauðum geisla. Já. Og þeir sjá ekki rautt, þeir sjá það bara ekki. Og þannig að þeir fóru hamförum á internetinu og leituðu að leyser sem að sýnir græna línu og hann er komin í hús. Já, þeir sjá það betur með svarthvítu sjónina. Þeir sjá það betur, já, ef að birtan er þannig að það sé, þá geta þeir sé grænu línuna á viðnum, það sem þeir eru að smíða. Er það ekkert sem strákarnir geta ekki?
nema kert bíl. Ég held ekki, já, nema þetta, já, sko, þeir geta kert bíl, þeir bara mega það ekki. Já, nákvæmlega. Já. Þannig að það En honum gekk vel að byggja þetta hús? Já, mjög vel. Já. Og fluttur í það núna? Já. Hann var að klára að setja upp eldsinnýtinguna. Já, bara sér svona? Já. Og gerði það sjálfur? Já. Sjálfsögðu. Þetta ótrúlegt. Hann flutti í það reyndar fyrir 4-5 árum, sko. Já, þegar það var á byggingastígi? Já, og en hann ætlaði ekki að taka meiri lán, þannig að hann þurfti að bíða áður en ég held ég áfram. Skynsamur strákur? Já. Já, hérna. En ég veit ekki hvar við að bera niður næst, en ég venn nú samt að spyrja það eins út í enn eitt áfalli sem að fjölskyldan var fyrir þegar maðurinn greindist með krabbamein. Já. Voruð ekki búin að fá dálítið góðan skamt? Já, þetta eiginlega bara komið gott, sko. Finnst mér. Það eru rúm 13 ár síðan að hann greindist. Já. Og hann bara lifir með sínu krabbameini? Já, hann þarna, semst það var skorið og hreinsað út og svoleiðis og svo fór hann í geisla 4-5 árum seinna þegar þetta fór að láta kræla á sér aftur. En svo hann núna komin á, ég heldur kalli þetta fyrirbyggjandi lyf, sko. Já. Til þess að halda því niðri og sem betur fer að þá virka þau en þá. Já, það er gott. Þannig að hann svona bara eitthvað jákvætt. Já. Og svo höfum við náttúrulega ekki minnst á stelpuna þína sem að býra á hún býr á Sauðakróki í henni heima byggð. Já, menn gantast með það, hún búið á Skagfirska efnahagssvæðinu. Já, Gunnhildur. Já, og vinnur hjá kaupfélaginu. Já, og sér eins og Haukur. Já. Það hún gerir það og henni gengur mjög vel. Já. Hún það nú ekki, það var á sínum tíma þá að tala af hverju strákarnir fengju allir þetta sem átti ekki að vera fræðilegu möguleiki. Já. Að við hjónin ættum ekki rosalega vel saman í blóðflokkum. Það var einskýringin en Gunnhildur nokkuð heilbrigð. Já, en samt í rauninni ekki því að hún náttúrulega fær æxli 12 ára gömul sem varð að fjarlægja og annan eggjastokkin og allt það og fær í kjölfarið á því þennan skelfilega sjúkdóm, það að segja legslímuhimnuflakki sem er náttúrulega allar hvern mann lifandi að drepa sem fær það sem slæmi útgáfun af því, sko. Og hún fekk það þannig að hún hefur ekkert verið laus við. En þessi sjúkdómur, augsjúkdómur, hann er ekki hjá henni. Hann er ekki hjá henni og kannski fer síður í konur. Og strákarnir hennar, hún á 3 stráka, því að einhver tíma var nú talað að við kvenfólki bærum þennan augsjúkdóm en kallpenningurinn yrði fyrir því. Já. Að hún á 3 börn og sjá allir bara mjög vel. Já. Þannig að það er bara fínt. Já, það er náttúrulega alveg dásanlegt. En ég ætla svona í lokin aðeins að forvitnast hvað þú ert að gera á Blönduósi. Þú rakst þarna verslun og kaffihús lengi. Já, ég gerði það. Rosalega gaman. Já. Ég elskaði viðskiptavinina mína. Já. Þetta var svo dásamlegt tímabili en á einhver tímapunkti þá verður maður að segja hingað ekki lengra ef maður ætlar að halda heilsu. Já. En nú er ég var reyndar að kaffihúsum síðustu helgi. Nú já. Sem ég langar að segja frá. Já. Það var svo geggjað á prjónagleðinu á Blönduósi. Sem ég finnst nú eiginlega bara. Hvað er prjónagleði? Prjónagleði er árlega hátíð sem haldin þetta var 10. árið sem þetta er haldið á Blönduósi. Já. Og því líkt ég bara, þetta var svo flott og það var svo margt fólk og þetta var svo gaman. Já. Og ég semst fekk það hlutverk að sjá kaffihúsið á prjónagleðinni og þetta var bara geggjað, sko. Og sjá íþróttahúsið með öllum þessum litum og gatni og öllum þessum fjölda konum og köllum. Og líka kallar. Já, það voru, það mætti þarna með þess að Stephen West sem er frægur prjónahönnuður og 2 aðrir og svo voru fleiri kallar þarna og í þessum glæsilegum peysum
svo er náttúrulega mjög margir í peysunni þarna sem allir eru að prjóna núna, hérna skjól, heitir hún það ekki? Bleiku. Já, hérna með öldunum hérna. Og ég verð nú bara að segja það, mér langar að koma því á framfæri að skammist ykkar RÚV og sín. Þið hafi ekki sýnt eitt einasta myndefni frá þessari hátíð. Ekki hef ég orðið verið við það. Nei, það er eiginlega ykkur bara til skammar, sko. Já, hvað voru margir einstaklingar þarna? Ég veit það nú ekki, en bara laugadagurinn á kaffihúsinu fóru það bara 500 færslur. Já. Þannig að ég held að það hafi verið einhvers staðar á milli 500 og 700 manns þarna á laugadeginum. Íviðfæra á föstudeginum og svo eru fólk að tínast heim á sunnudeginum. Og þú sást hnallþórurnar? Ég sá hnallþórurnar, já. Það er ógeðslega gaman líka. En svo er ég aðalega bara í bútasaumnum núna. Já. Og hérna byrjaði að því þegar Guðlaugur dó að sauma og ágáðir randi Krabbameinsfélagsins í Austur-Húnavatnssýslu. Og hérna... Og Sigurður eiginmaðurinn sett upp sérstakt verkstæði fyrir þig? Ég fekk bílskúrinn. Margir kunningi okkar á Blönduósi karlkyns finnst þetta nú ekki til fyrirmyndar hjá Sigurði að hafa afhent mér bílskúrinn undir þetta sýnir slæmt fordæmi. En hann breytti og þeir feðgar breyttu bílskúrnum fyrir mig í bara saumastofu gallerí og þar er bara fólk velkomið þegar ég er heima. Og þar eru ég að sauma og vinkonum mínar stundum með mig líka. Og er hægt að kaupa af þér afurðir þínar? Já, það er hægt. Ég set svona flest á Facebook síðuna mína bara, eða Húnabúð. Hvað heitir Húnabúð? Húnabúð á Facebook. Á Facebook og eða bara nafni mitt Sigurlaug Gísladóttir. Og þetta ágóðin rennur til Sko hann hefur gert að hinga til og ég reyndar það komið að þeim tímapunkti ég þarf að fara að kaupa efni þannig ég þarf eitthvað að taka til mér sjálf til þess að geta haldið áfram. Ég fekk nefnilega svo mikið gefins að efnum þarna þegar menn vissi að ég var að sauma bara fyrir Krabbameinsfélagið. En nú er ég verið búin að sauma úr því öllu þannig að efni er óbúðslega dýr. Já. Við bara sendum það út í kosmósið hér og nú að ef ykkur á svona bútasaums ekki henda neinu svolítið. Ekki henda neinu svolítið. Sigurlaug Gísladóttir getur notað á Blönduósi. Já, og við vinkonurnar við notum þetta allt saman. Já, akkurat. Já, það er bara því. Jæja, Sela mín, heyrði, það er nú bara komið að leiðalokum hjá okkur. Sko, ég er nú alltaf jafn hissaði hvað þú ert glöð og kátt og hress þrátt fyrir þessar hremmingar allar saman sem þú ert búin að gangi í gegnum. Ég kalla það nú reyndar ekki hremmingar að eiga þessar 2 myndalegu stráka á lífi. Þú veist, ég finn ekki fyrir því sem hremmingar, sko, þeir eru svo fullkomnir að ég er náttúrulega kannski ekki alveg hlutlaus. Já, ég get alveg tekið undir það. Þannig að hérna, já. Yndislegi strákar, dóttir þín líka, yndisleg. En hvað er framöndan hjá þér? Hvað ætlar að gera eitthvað sniðugt í sumar? Herðu, já, við köllum það hérna hjónin að ég sé farin á lóðari. Sko, ég hef ekki getað, ég fór í liðskipti í fyrra og 3 ára undan þá var ég ekki fær að sinna lóðinni. Garðinum mínum sem að mér finnst opaslega gaman. Þannig að nú er ég að byrja þar og svo ef það er rigninga þá fer ég bara að sauma. Þú átt alveg þjáningasystur í garðinum skal ég segja þér. Ég hef með eitt svona stóran í Hafnarfirði og er hérna lengi að jafna mig í bakinu eftir að hafa verið þar. Ég var einmitt að bróði minn sem er snillingur á Gröfu, hann kom að fjallaði fyrir mig allt svona. Það var svo mikið kúlugrjót og þú veist að alltaf skríða svoleiðis og reynsa úr er bara martröð sko. Þannig að ég var svo glöð daginn þegar var búið að fjarlægja það allt saman. Þannig að dásamlegt. Já. Það er eiginlega svolítið einhvernar orð fyrir því dásamlegt. Þess að þú ert alltaf æðrulaus í þessu öllu saman. Já, ég meina lífið heldur áfram og við erum góða að og hérna. Já, og það er oft gott að fara í poljunuleikin, það eru margir sem hafa það verð. Já, og fullt af fólk sem hefur það miklu verð og maður má bara ekki, og kannski eitt eins og með strákana sko, þegar fólk er að eignast börn með einhverju föllun, að guðanabænum ekki pakka þeim í bómull. Það er nefnilega hlutur sem þú hefur aldrei gert. Það hefur aldrei verið gert. Og alltaf gert gröfur til strákana. Já, sko, það er ekkert verra
fyrir krakka sem glíma við sjónskerðingu eða eitthvað hana, að foreldrarnir taki yfir og passaðu þetta ekki þarna og passaðu þarna. Þau verða að fá að reka sig á eins og við hinn. Við förum ekkert alltaf eftir reglunum heldur og fullorðna fólki þó við þykist vita alla skapaða hluti. Og árangurinn má sjá í strákunum. Já, og ég held að það sé númer 1, 2 og 3 og ekki pakka þeim í bómull. Já, ekki pakka þeim í bómull. Silja mín, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Og gangi þér alltaf sólu eins og þar stendur. Ég beði að heilsa sömuleiðis börnunum þínum. Já, takk og bóndanum. Já, takk. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Ég var að vafra á internetinu og ég fann á vef Ríkisútvarpsins umfjöllun frá árinu 2016 þar sem að spurt var hvenær gullöld Evrópu hefði átt sér stað og þar var hann Andri Snær Magnason að svona með smá satíru Evrópu löngu áður en sem sagt fyrir þann tíma sem við lifum núna þar sem að það bara kortir í það að við göngum til þjóðaratkvæðis hvort við ætlum að skoða samleið okkar með ESB og samkvæmt Andra Snæ þá var 2016 mjög mikil tíska uppi að tala hnignun Evrópu og mér varð hugsað til þess að núna má vart suma fjölmiðla opna án þess að tala sé óendanlega hnignun Evrópu. Síðast í morgun á leið minni til vinnu þá voru þáttastjórnendur og einhver maður á Bylgjunni að tala Evrópu sem brennandi hús, sökkvandi skip, allt og hlaðið og allt það. En þannig að þetta svona einn angi af Evrópu umræðinni, það virðist ganga alltaf aftur og aftur það minni að Evrópa sé að sökkva. Það mikið búið að ræða hið efnahagslega sem gæti fylgt ESB aðild. En í dag langar mig að beina spjótum aðeins að hinum menningarlega. Það hefur svona minna verið það rætt og einn af rithöfundum þjóðarinnar og andans maður mikill, Guðmundur Andri Thorsson kominn hér að Rauða borðinu. Vertu velkominn, Guðmundur Andri. Takk fyrir. Já, þetta svolítið gamal kunnugt stef að við séum alltaf að tala Evrópu svona niður, uppgötaði ég þegar ég var að skoða þessi skrif og satíru Andra Snæs frá 2016. Hvernig ætli standi á þessu? Ætli það sé ekki bara einhver ókunnuleiki á evrópskum samfélögum og já, ég svona og svo bara einhver andúð á þeirri þjóðfélagsgerð sem ríkjandi í allavega Vestur-Evrópu og Norður-Evrópu. Það svona það sem að mér dettur helst í hug. Þetta hefur verið mjög áberandi hjá svona forystumönnum ysta hægriðsins í Bandaríkjunum sem nú við stjórnvölinn þar. Elon Musk talar svona, J.D. Vance, Rubio, þeir hafa allir komið til Evrópu og messaði yfir Evrópumönnum að þeir, og nú síðast Hegseth í ræðu í tilefni af D-Day. Þá eitthvað svona hugmyndum að Evrópa sé að sökkva undan innflytjenda straumi og evrópsk menning eigi undir högg að sækja, þar að segja hvít menning, þetta eru alltaf rasistar, þetta eru alltaf hvítir rasistar. Og þeir virðast líta algjörlega fram hjá því að evrópsk menning hefur verið frá örófi alda fjölmenning, innflytjendamenning, degla með miklum útflutningi fólks. Og þeir eru náttúrulega áður kannski að segja það beint, þá held ég að þeir séu kannski að kalla eftir
það sem þeim finnst vera gullöld Evrópu þegar að ríki á borð við Bretland og Holland og Spánn voru nýlenduveldi, 8 nýlendur, 8 sem sagt höfðu lagt undir sig fjarlæga lönd og gátu tekið þaðan gátu nýtt þar auðlindir og jafnvel tekið fólk ófrjálsri hendi og kúað bara þau samfélag. Áherslan á styrk og heimsyfirráð sé göfugri heldur en jafnrétti og bræðralag. Já, það alveg blasir við að það er það sem þannig hugsað sko. og það fyrir öllu að þessna eru mjög andvígir öllu alþjóðasamstarfi, þeir eru andvígir Sameinuðu þjóðunum, þeir eru andvígir NATO, þeir eru andvígir Evrópusambandinu alveg sérstaklega. Þeir líta svo á að hinn sterku ríki eigi að ráða öllu. Þessna í Bandaríkjanna að ráða sínum heimshluta, Kína eigi að ráða í Asíu og Rússland eigi að ráða í Evrópa. Og að þau Evrópuríki sem eru svona réttaríki og vilja fara að lögum, það séu bara aumingjar. Já. Mér var svolítið gott þegar ég var að lesa þessi 10 ára skrif Andra Snæs að hann spyr hvenær var Evrópa upp á sitt besta? Var það 1914 til 1918? Var það árin í kringu 1930? Voru það stríðsárin þegar tífalt fleiri dóu á hverjum klukkutíma heldur en fórust í og svo framvegis kreppuárin og minnir okkur á það að friður hefur náttúrulega verið lengi í Evrópu núna. Já, það er ekki tilviljun. Sem er ekki tilviljun. Nei, það var beinlínis markvisst unnið að því með Evrópusambandið beinlínis viðbrögð við þessum 2 heimsstyrjöldum. Já. Og NATO það líka. Þannig að og ef mann langar að sækja listuviðburð, þá horfum maður ekki síst til Evrópu. Já. Og það svo ótrúlega margt sem að mér finnst best í Evrópu og á meginlandinu. Þannig að ég samsama mig mjög illa í þessu niðurrifi. Já, og þetta náttúrulega hvar maður samsama sig náttúrulega alltaf svona einhver spurning sjálfsmynd og sjálfsmynd þjóðar getur verið dálítið getur bæði verið afskaplega einföld og mikil einföldin í þeirri umræðu, en svo þetta náttúrulega líka óhemju flókið fyrirbæri, vegna þess að þjóð bara samansettur úr ótal ólíkum hópum, ólíkum stéttum, ólíkum hagsmunum, ólíkum einstaklingum. Og ég lít svo á að við Íslendingar séum Evrópuþjóð og ég samsama mig sem Íslending því að vera Evrópumaður líka. Frekar en til dæmis að ég samsami með Bandaríkjunum eða öðrum en þá fjarlægari ríkjum. Íslensk menning evrópsk menning og hún á sér rætur í evrópskri menningu. Við fáum okkar rituðu menningu frá Evrópu. Það kemur með kristninni leið að við tökum upp kristinsið og hér byrjað að starfrækja klaustur og kirkju sem stofnun. Þá fylgir því ritmenning og mér hefur alltaf fundist ritmenning vera kannski mikilvægasti parturinn af íslenskri menningu. Okkar gamlu sögur og okkar tungumál sem að náttúrulega skylda okkar að halda í, vegna þess að það engin annar sem að mun varðveita íslenskuna fyrir okkur. Og íslenskan evrópskt tungumál, hún norður evrópskt tungumál. Og við höfum varðveitt hér sagnir og goðsagnir og annað sem að á sér kannski aldagamlar evrópskar rætur og við vitum ekki einu sinni hvar. Eddukvæðaarfurinn okkar, Völuspá
sem að fjallar upphaf, deilur og endalok heimsins. Já. Það sem hráefni fyrir veröldinni. Já, þetta bara saga heiminn og þetta kannski fyrir mér Völuspá magnaðasta kvæði sem hefur verið ort og við veitum ekkert hver orti það og við veitum ekki hvaðan það kemur en við skynjum það þegar við bara lesum það að þarna eitthvað æva form og eitthvað miklu eldra en Ísland og íslensk þjóð. Þannig að við eigum okkur mjög djúpa rætur í evrópskri menningu, hvort sem að við lítum til okkar heiðna menningararfs eða þessa kristilega arfs sem að kemur fram í okkar svona ritmenningu eða bara ef við lítum á þjóðlega iðju sem okkur finnst vera alveg sér íslensk eins og vísnagerð, ferskeytluna, ferskeytlan frómbúans og það saman. Við fáum ferskeytluna frá Englandi upphaflega. Já, það? Já, og þetta berst hingað með enskum farmönnum og svona enskum farmönn, og fólki sem einhvern veginn hingað streymir. Veistu sirka á hvaða tíma? Já, það svona kannski á 15. öld. 15. öld, eitthvað svo les. 15. öldin nú oft kölluð enska öldin og það sá tími sem við vitum eiginlega minnst hvað gerðist hér á Íslandi. Það minnstar heimildir það. En við vitum að það var mjög tíðindamikil öld og þar gerðist mjög margt og þá voru englendingar hér við land mikið og voru hér með bæði fiskveiðar og þeir ráku hér starfsemi og hér voru líka þjóðverjar mikið. Já, mikið. Hansakaupmenn og sko Ísland hefur alltaf verið eyja þar sem að menn hafa komið ílenst í einhver tíma, sumir bara til að staðaldri og aðrir í skemmri tíma og hér voru alltaf verið mikið rennir í út og inn. Já. Og þannig að sko Ísland byrjar sem fjölmenningarlegt samfélag og heldur þannig áfram og hefur alla tíð verið þannig. Og ef að fólk hefur áhyggjur af því að hingað sko leiti ofmargt fólk sem að hafi fjarlæga menningu og fylgi alls konar hætta. Já, vilt þú að Afríka komi hér og yfirtæki allt Ísland, spurði einn viðmælanda minna hér við Rauðaborðið í gær? Já, ég myndi svara því til að hann þurfi ekki að hafa ágjörð af því að það sé mjög fjarlægu möguleiki vegna þess að sko það meirinn að segja það að lifa hér í myrkri og kulda mest allt árið. Já. Og allir rigningin og veðrið. Jafnvel innfættir væla undan því? Jafnvel innfættir væla og við erum nú aldrei vanist alveg í íslensku veðurfari við afkomendu vikinga. En þannig að þetta verður alltaf verið lifandi fjölskrúðu menning allavega á sínum bestu stundum. Þegar að gullöld íslenskra menningar þegar að tengslin eru mest við Evrópu. Siglingar eru mest þar og hér eru bæði með starfsemi englendingar og þjóðverjar og jafnvel aðra þjóðir líka frakkar, smáverjar og alls konar þjóð. Hér var eftir ýmsa slægast, hér eru miklur auðlindir eins og við vitum og þessari deglu fylgdi mikil menningarleg uppsveifla sem að skilaði sér í þessum heimsbókmenntum sem við eigum og erum kannski einna stoltust af. Þetta niðurlægingaskeið okkar Íslendinga ef svo má kalla það þegar við erum sem einangruðust
og við vorum náttúrulega rétt útdauð þarna á tímum eftir móðuharðindin. Já, við fórum niður í 35.000 er það ekki eitthvað? Já, var eitthvað aðeins meira kannski en hérna, það er rétt rúmlega 40.000 Já, við vorum rétt útdauð og við vorum fá og smá og einangruð. Já. Og þá gerðist líka mjög fátt hér í svona andlegum efnum. Já. Og en þetta er sérst alltaf spennan í íslensku samfélagi og hefur kannski fyllt okkur alla tíð og hérna hvort að við treystum okkur til þess að taka þátt í samfélagi þjóðana. Já. Einangrun er ekki svarið eins og það hefur farið yfir. Já. Einangrun okkar er ekki svarið eins og það hefur farið yfir. Nei. Og bandarísku áhrifin, maður veltir því oft fyrir sér hvers konar þjóð við værum, hvort við værum ekki mun líkar í Skandinávum ef hér hefði ekki orðið hernám ameríska hersins. Í þessum átökum núna ESB umræðinni þá er einmitt upp í hádegismóum, þá er eiginlega dagleg umræða sem að hampar bandarísku viðskiptalífi, berða saman við evrópskt viðskiptalíf og mér finnst þetta áhugavert að því að þú segir að þú sért Evrópumaður. Ætli við skiptumst í tvennt, við Íslendingar? Evrópumenn og Bandaríkjamenn? Já, ætli við gerum það, ætli það sé hluti af þessum ofsa sem maður finnur núna? Já, það má vera en ég er nú ekki eindregnari en svo að ég lít svo á að bandarísk menningaráhrif og kannski bara bandarísk almenn áhrif á íslensk þjóðlíf hafi alls ekki verið bara neikvæð á síðustu öld, öðru nær. Bandarísk menningaráhrif sérstaklega með allir sinni jazztónlist og rocktónlist og öllum sinnum dansi og allir sinni bíómyndunum og allir þessari fjöldamenningu hefur mótað okkur öll og held ég fært okkur öllum alls konar andleg verðmæti, mikilvæg andleg verðmæti og eins líka kannski bandarískur hugsunarháttur í viðskiptalífi hefur innblásið mörgum svona áræði og gert það verkum að hjálpa mönnum svona að hasla sér völl. Það er sannlega meiri einstaklingshyggja í Bandaríkjunum heldur en í þessum Evrópulöndum sem Já, og kraftur og þor og þetta saman sem að ameríski draumurinn svona daldið gengur út á. Hins vegar tel ég og að nú stundir séu mikla blikur á lofti í Bandaríkjunum og mér stendur mikill stuggur af þjóðfélagsþróuninni þar eins og hún hefur verið og ég held að það væri beinlínis hættulegt fyrir okkur Íslendinga að reyna að halla okkur of mikið að Bandaríkjamönnum eins og stjórnin er þar háttað núna. Það stefnir í hreina fasistastjórn þar. Rasismin er þarna gengdarlaus og spillingin er á einhverjum svona kvarða sem að við höfum bara aldrei séð og það gæti alveg farið svo að og þetta er alls ekkert út í loftið kannski kann að virka fáránlegt dæmi en það, þegar ég segi þetta þá er það byggt á því sem er að gerast í löndum Austur-Evrópu til dæmis. Það gæti farið svo að við bæðum Bandaríkjamennum að viðskiptasamning eða hervernd, svona einhverja frekari hervernd sem ekki væri á vegum NATO endilega, þetta er bara beint á milli þjóðana og þeir gætu þá sagt já við skulum alveg athuga það en þá þurfum þið að gera eitthvað fyrir Trump-fjölskylduna. Þið þurfum þá þá þurfa synir Trumps eða tengdasonur Trumps að fá aðgangað auðlindunum ykkar. Þeir þurfa að fá hlutabréf í Landsvirkjun. Þeir þurfa að fá þetta og þeir þurfa að fá hitt. Þetta hefur verið að gerast bara núna í löndum eins og Albaníu og víðar það sem er tekist á það sem að þjóðin er að rísa upp að Kúsner var þeim hjónum var gefið dýrmætt eyja og til þess að leggja sér að geðþótti kóngsins til forna og blíðka kónginn
sem að aldrei verður blíðkaður og aldrei fær aldrei nóg og er alltaf óanæður og það eru mörg dæmi þess að menn gefa Trump einhverja gjafir og hann hýrður gjafirnar og svo heimtar hann bara meira sko. Nú til dæmis heimsmeistarakeppnin í fótbolta öll að klúðrast og maður veit ekki hvernig það eiginlega endar sko, með einhverjum ósköpum. Af því að Bandaríkin eru á einhvern nátt hætt að fungera og ég finnst mjög hættulegt að við færum að halla okkur upp að þessu svona lögleysu og rasista ríki sem að þar eru í uppsiglingu. Já. Hvað hvernig hefur þið fundist umræðin núna síðustu vikur og mánuði frá því að þessi þings ályktunartillaga þjóðaratkvæðisgreiðsluna er kynnt til sögunar og svo lögð fram og verður að veruleika augljóslega þarna 29. ágúst. Hvað svona, ef við byrði að lýsa því aðeins fyrir mér svona hvað þér hefur fundist umræðina? Já, ég ætti kannski ekki að segja margt eins og ég var að tala rétt áðan Bandaríkin en það er eðlilegt að við séum öll í svona tilfinningarlegu uppnámi í kringum þessu umræðu og það er auðvelt að spila á alls konar tilfinningar í okkur eins og minnimáttakennd og þjóðernishyggju og ótta við hið ókunna, ótta við erlent vald, ótta við innrás einhverja ókunnugra skrítina afla sem að muni allt í einu taka hér allt yfir. Þetta er allt saman eðlilegar tilfinningar sko, sem að maður við höfum ekki að dæma of hart fólk sem að lætur stjórnast af slíkum ótta en hann er hins vegar óþarfur með öllu. Evrópusambandið sko, í fyrsta lagi erum við eiginlega í Evrópusambandinu. Það er nú eitt sem kannski kemur ekki alveg fram og þegar að mennur óttast að það verður einhver óskaplega aðlögun að Evrópusambandinu þá er rétt að benda og hún hefur eiginlega mestu áttsett nú þegar stað með því að við erum þarna með þeim í EES og við erum með Norðmönnum í EFTA og EFTA og Evrópusambandið tengjast svo í EES. Það eru tvær stoðir og EFTA-stoðin henni svona haldið uppi af Norðmönnum. Þeir borga eiginlega það alls saman. Og við erum þar megin og við fáum alls konar lög og reglugerðir innleitar inn á þetta EES-svæði og það kemur frá ESB og yfir til okkar í staðis og það er það sem er átt við þegar tala að fá sæti við borðið, þá myndum við vera þarna á ESB megin og við værum að hlutast til þessi mál þar sem að mér finnst nú strax miklu jákvæðra sko. En umræðan hún er hysterísk og hún er mjög neikvæð og það eru öll sem að róa undir og daglega er svona mikil æsingur og við verðum einhvern veginn reyna bara þetta er svo bara að bíða af sér einhvern bíl. Já. Er það ekki? Manni finnst ekki að stjórnmálamenn hafi gengið á undan með góðu fordæmi? Nei, það gera þeir ekki sko. En stjórnmálamenn eru náttúrulega bara fulltrúar þeir eru kjörnir fulltrúar ákveðina sjónarmiða sem eru uppi í samfélaginu og þeir náttúrulega beita sig fyrir þeim sjónarmiðum eins og þeir geta. Þannig að það er heldur ekkert endilega mikið hægt að kvarta við því. Sko á endanum ber hver maður ábyrgð á sínu atkvæði. Við berum öll ábyrgð á okkar atkvæði og við þurfum öll að hugsa málið út frá þjóðarhagsmunum, út frá hagsmunum sínum og kannski fyrst og fremst út frá hagsmunum barnanna sinna og barnabarnanna sé slíku til að dreifa. Það er að segja hvernig verður framtíðin á Íslandi viljum við að Íslands samfélag verði auðveldara að
eiga fyrir mat, eiga fyrir afborgunum af húsnæði og öðru og yfirleitt bara geta átt í sig og á, verður það auðveldara og ef svarið já, þá finnst mér að það séu svona stærstu rökin. Mér finnst eins og að líka vera menningarleg og stjórnsýsluleg rök fyrir því að ganga þarna inn og mér finnst þetta allt svona vinna saman í þessa sömu átt. Þannig við reyni að búa til þjóðmenningarleg rök gegn skoðuninni. Já, það er örugglega auðvelt. Og ég segi, við höfum okkar eigin gjaldmiðil. Hann er eitt af því sem heldur okkur saman sem þjóð. Það gerir okkur einstæð. Við höfum okkar tungu, það er hætta á að hún spillist meira ef við göngum í ESB. Við munum neyðast til þess að kalla yfir okkur skilyrði sem opna landamærin enn frekar en verður og við vorum hérna fá og smá með okkar eigin menningu og henni verður enn frekar sundrað með straumum fólks í kringum okkur. Tökum bara þessi svona Já, þetta er svo margt ég veit ekki hvað ég manni þetta allt. Þetta voru 3 atriði, það var krónan, tungan og hvernig Ég myndi aldrei tala krónuna og tunguna í sömu andra. Það stundum látið eins og krónan sé eins og lóan. Eitthvað bara svona dýrmæti sem að megi ekki hrófla við. Krónan bara gjaldmiðill. Þetta er lóan, já. Þú segir nokkuð. Já, akkur ætti mér eitthvað að þykja vænt krónuna. Þetta er bara fáránlegt. Krónan þetta er bara gjaldmiðill og þetta er bara sá háttur sem við höfum á í viðskiptum okkar á milli og við þurfum náttúrulega bara að sjá til þess að það sé með sem sanngjörnustum og hagstæðustum hætti fyrir almenning. Það er aðalatriðið, ekki hvað þetta heitir og auðvitað eru Danir eða auðvitað eru Hollendingar eru ennþá Hollendingar þó að þeir séu hættir að vera með gillinni og þannig getum við gengið á röðuna og frakkar eru alltaf franskir þó að þeir séu með evru og þannig að þessi rök finnst mér ekki vera eiginlega tæk. Aðalatriðið þarna hlýtur að vera hvað er hagstæðast fyrir heimilinn og almenning hvaða gjaldmiðill. Varðandi tunguna þá fæ ég ekki séð að það sé á nokkurn hátt ógn við íslenska tungu að tengjast öðrum þjóðum í þessu bandalagi frekar öðru nær. Við vitum að Evrópusambandið leggur mikla áherslu á að varðveita tungur sem að standa höllum fæti. Þannig að þú hyggur við getum bara treyst íslenska tungu með það er ég alveg sannfærður um. Já, ég er sannfærður um það. Og hvað var það þriðja aftur? Þetta með fólks strömmin að við myndum vatnast út Já, það er nú ekki langt síðan ég sá einhver tölur að það var frá þeim talnaglögga manni sem að Birnir Leví fyrir þingmanni Pírata sem benti á að ef að Evrópusambandið er með ákveðin svona kvóta hvað hvert land á að taka af flóttamönnum og ef að við myndum ganga inn í það þá myndum þeim fækka á Íslandi. Þannig að það er nú öll ógnin af flóttamanna straumnum mikla sem myndi verða. En mér er hins vegar lífsins ómögulegt að líta á fólk svona almennt fyrirfram sem ógn. Vegna þess að ég líti á fólk sem kærkomna viðbót við samfélagið, hvað sem að er að ræða einhver störf sem það getur innt af hendi eða bara í samskiptum og með því að færa okkur menningu sína, matargerð og aðra listir. Þannig svona fyrirfram, auðvitað það er alltaf til eitthvað vandræðafólk og fólki er vesen það fylgir vesen fólki en við verðum bara að díla við það. En hefur þið rekið á einhverja agnúa á fjölmenningarstefnunni hér á landi eins og hún hefur þróast miðað við bernsku okkar þegar allt var mjög einsleitt?
Já, þetta er alltaf merkileg spurning sko að auðvitað ég er náttúrulega orðin þetta gamall og þegar ég er krakki þá er ekki sjónvarp, það var bara útvarpssagan og svo var bara lestur, maður bara las og maður sér hvernig lestri hefur hakað óhjákvæmilega með öllu því sem er á boðstólum í staðinn og hvernig mann finnst það að hafa svona ýmislegt í för með sér bæði fyrir bara fyrir ýmislegt og líka fyrir tunguna og svona orðaforða, manni finnst þess að orðaforða raki og þar fram eftir göttunum aftur er það þannig að það eru fyrst og fremst foreldrarnir sem að bera ábyrgð á því að hjálpa börnunum að tileinka sér bækur og annað slíkt. Það er ekki hægt að sko það að ef barnabarn mitt er ekki duglegt að lesa og skilur ekki fullt á orðum, þá er það ekki innflytjanda frá Slóvakíu að kenna. Nei. Það er mér að kenna þetta er að ég hef ekki staðið mér þá í afastykkinu að segja henni sögur og hjálpa henni við að heyja sér orðaforða og ég held að það sé ekki að kenna endilega fjölmenningu þannig að í þeim skilningi að hér séu komið margt fólk af ólíkum uppruna. Heldur sé hér miklu frekar sko við að etja og það sem er erfiðara við að etja það er þessi alþjóða skjámenning og þessi miðstýrða fjölmenning sem kemur frá tæknirísunum. Það sem er eiginlega við ramman reipa draga fyrir fjölskyldunar. Það er menningarlega ógnin og eina sem getur staðið gegn þeirri ógn, það er samfélag þjóða sem að setja tæknir í svona stólum fyrir dyrnar og það er Evrópusambandið. Það er hárrétt hjá þér. Eina andofið kemur frá ESB í þeim efnum. Er raunhæft að sakna Evrópu þar sem hver og einn þjóð skellir í lás og stendur í lappirnar, spurði Andri Snær fyrir 10 árum og rifjaði upp þá tíma þegar engan grunaði að við getum ferðast og eignast vini í Póllandi og Íslandi og Litáen á þess að geltandi menn með vélbyssur biðu okkar við hver landamæri. Já. Þetta er ágætt. Þetta er gott og að rifja þetta upp, hafa þetta í huga. Og gott að hafa líka í huga að þessi tíð er nú að renna upp í Bandaríkjunum þegar að tekja á móti senegalska fótboltaliðinu með vopnaleitatækjum leið öðrum fótboltaliðum með hleypt í gegn og sómörskun dómara er ekki eins og hleypt inn í landið. Ætlar að fylgjast með? Nei. Þetta er svona tröllstal jólunum moment fyrir mig. Ég hef alltaf fylgst með þessari keppni að mikill innlifun og áhuga en það er ekki að ég sé eitthvað að cancellera því eða eitthvað svoleiðis. Ég bara hef enga ánægju af því að fylgjast með þessu. Orðið of bara meiðandi einhvern veginn. Já. Og svona erfiðar tilfinningar sem einhvern veginn ívast upp og Trump tekst nú alltaf að gera sig að miðju alls. Honum við tekist að gera sig að miðju þessa fótboltamóts, bara verið þeim að góðu. Finnst þér, svona bara rétt að lokum, Guðmundur Andri Thorsson, finnst þér að það sé góður tími núna fyrir okkur í ljósi þessa samanburðar við Bandaríkin og ákveðnar óvissu í öryggismálum og valdamálum heimsins og menningamálum veraldarinnar? Finnst þér þetta sé góðu tími? Er þetta besti tími allra tíma til þess að hafa þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst núna? Ég veit það ekki sko, örugglega ekki. Örugglega aldrei góðu tími fyrir þessa afgreiðslu. Við þurfum samt einhvern veginn að koma þessu frá og mér finnst það gott hjá ríkisstjórninni að bara drífa í þessu koma þessu frá og ég held að þetta sé góðu tími fyrir Íslendinga að fara þarna inn og ég held að við séum í sterkri samningsstöðu núna og mun sterkari en við vorum síðast. Og veðjarðu á jáið í ágúst? Já, ég gerir það.
Já, en allir þú sért ekki bara í þinni búblu og svo bara heimannir hérna, svo aðra búblur og... Já, ég þá í jábúblu. Skárra verið jábúblu en nefbúblu. Já. En þetta það sem að mér, ég kann bara segja rétt að lokum, bara svona frá eigin brjósti að það sem ég fellur verst í þessu öllu, það umburðarlyndi gagnvart lygum, hreinum lygum og hérna, sko, ef maður ætlaði að fakttjekka og reka allt ofan í fólk sem að hefur hæst, þá gerði maður ekkert annað, sko. Já, sko, það fræg orð hérna sem að voru sögð eftir hrunið, hérna við borgum ekki skuldir óreiðumanna, bara sjálfur Davíð Oddsson sem sagði þetta. Ég held að sé kannski gott að hafa og svona víkka út þessa hugsun. Við skulum ekki gangast inn á forsendur upplýsinga óreiðumanna. Heldur reyna að leita að raunverulegum upplýsingum, fólks með raunverulega þekkingu sem að hefur raunverulegan vilja til þess að deila þeirri þekkingu en ekki bara hræra í þér. Akkurat, þetta er góð brýning og bara svo að þið hafi mig á hreinu hér í hlutverki mínu sem þáttastjórnanda, þá hef ég enga hugmynd hvað ég myndi gera ef við munum einhvern tímann kjósa samning við ESB, bara ég hef enga hugmynd hver skoðun mín yrði þar, en það veit ég ekkert hvað yrði samið, en ég í liði með þeim sem vilja að við skoðum hvers konar samning við fáum, þannig að svo því sem bara haldið til haga, ég ekkert að reyna að vera neitt hlutlaus hér, ég skil ekki þá sem ætla að segja nei í ágúst. En eigum við að bara ljúka þessari fátæklegu tilraun okkar til þess að draga menningaraukin aðeins inn í þetta stóra mál þá með núna, eða eitthvað svona sem þú vilt auka við? Ég bara kannski ítreka þetta, við erum Norður-Evrópuþjóð á gamlu merg, alltaf gamlu merg, íslensk menning stendur á merg sem mun eldri en íslensk samfélag. Við tilheyrum þjóðum Evrópu í menningarlegum efnum og við samleið með þeim þjóðum, bæði hvað varðar í menningu og eins hvað varðar stjórnkerfi og virðingu fyrir lögum og rétti og reglum. Já, einmitt. Þakka þér kærlega fyrir þau ágætu loka orð Guðmundur Andri Thorsson og þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni. Við höldum hér áfram eftir andartak, ekki fyrir langt. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Já, komið þið sæl aftur og verið velkomin í hennar síðasta lið Rauða borðsins í kvöld. En hingað til mín komin mjög góður gestur sem að opna sýningu í gluggagaleríinu Stétt núna helgina. Hún verður á sunnudaginn. Berglind Ágústsdóttir. Halló. Myndlistakona. Fjöllistakona eiginlega. Já, fjöllistakona. Fjöllistakona, já, akkurat. Þegar þú gerir alls konar list. Já, ég gerir tónlist og myndlist og alls konar list, já. Einmitt. Já, ég meina svo líka að fara að spila tónleik á morgun, ég glemt að segja það. Já, ok. Fullt að tala Fullt að gerast, já. Já, einmitt. Já. Það svolítið, vill vera svolítið í kringum þig, svona alls konar í gangi. Já, ég svolítið svona flæðitýpa, flæði svolítið. Ég ekki beint skipulegasta manneskjan í heiminum, en hvatvís og til í alls konar. Hvatvís og flæðandi? Já, já. Og þessi sýning velkomin í galleríið Stétt. Já, takk.
Hún er að opna á sunnudaginn klukkan 3. Já, hérna í Bólholtinu, hérna bara í glugganum, hérna. Og mögulega bara, jafnvel, síðasta sýningin hjá Gluggagallerín Stétt, allavega í bili, sko. Já, akkurat. Og ég að koma úr, sko, löngu ferðalagi. Ég, fór til Sviss í janúar, ætlaði bara að vera 1 mánuð, enda að vera í 6 mánuði á flakki. Ok. Mér bauðst óvænt myndlistasýning í Sviss og svo bauðst mér önnur myndlistasýning í Berlín og svo bauðst mér rosalega ódýr íbúð í Sviss bara fyrir einhvern 30 skall sem mjög sérstakt. Það er vel sloppið í á meginlandinu, sko. Í dýrustu borg, bara eittir í dýrustu borg í heimi. Einmitt. En það voru svona anarkistar og pönkarar sem að taka svona hús sem á að rífa. Fáðu lánuð meðan svo að sé rafmagn og hiti og eitthvað. Já. Og þetta var bara mjög flott. Ég held að þetta er eitthvað algjört hreysi og þetta var bara geggjuð íbúð með svölum og svo bara, þannig ég fór aftur til Sviss og gerði aðra sýningu. Og tónleika og DJ-set og bara rosa gaman og svo fór ég til Marseille og spilaði tónleika þar, mjög ólíkt Sviss, allt öðru sig einhvern veginn kultúr og stemning og endaði svo í Berlín þar sem ég hef búið mjög oft og bjó mjög lengi á tímabili og var með einkasýningu þar líka, þannig ég var alveg með 4 sýningar. Já, í 4 löndum eða? Já, það var sko Zúrik, Berlín, Zúrik, Berlín aftur, það var svona 3 einkasýningar og 1 samsýning. Já, einmitt. Og en þetta var allt svona, svolítið svona, svona sjálfstætt, svona punk, töff, eitthvað underground stöf, en mjög gaman. Svona spontant og skemmtilegt. Já, rosa gaman. Já. Og ég er bara búin að búa svo lengi, ég bjó alveg 11 ári í Berlín, en ég er með svo mikla tengingar bara í alls konar löndum í Evrópu og það er svona mismunandi senur í mismunandi senur og bara mjög gaman. Já. Og nú er ég komin heim til að gera þessa sýningu og það sem ég er mjög spennt yfir er að allar þessar 4 sýningar sem ég sagði frá, þær voru allar teikningar en þessi sýningur er ekki teikningar þannig að þið verða að koma og sjá hvað ég gerir, það er mjög skemmtlegt. Hún verður eitthvað annað. Hún verður eitthvað annað, það er mjög gaman. Já, þú ert búin að vera að setja hérna upp í dag. Já. Þú verður væntanlega fram á sunnudag. Já. Eitthvað að bardúsa hérna í Bólholtinu. Já, þannig að þetta er bara allt að vera tilbúið. Já. Og gaman. Ég er mjög spennt. Þelið milli okkar, heitir sýningin. Einmitt. Já, ég glemdi að taka það fram. Getur sagt mér eitthvað frá þessu nafni? Já, þetta er setning sem var sögð við mig af kærum vini en svo sprakk svo vinátta. Þannig að, og mér þótti þetta mjög falleg setning og og eitthvað sem ég hafði ekki heyrt fólk tala mjög lengi, svona eins og gömul íslenska. Ég heyri fólk ekkert segja þetta oft og þetta hefur mjög fallega meiningu og þetta er svona þegar kannski ríkir einhvers konar einlægni, vinátta, skilningur, hlýja og þelið er sko undir lagið í ullinni hjá kindinni, sauðkindinni, það er orginal eða sem sagt upprunaleg meining afsaki slettu svona í sjónvarpinu eða útvarpinu en er nota svona til að lýsa kannski hlýju og nánd og vináttu, jafnvel ást. Já, eitthvað svona sem er svona hlýtt, heldur kannski hlýju á tengingunni fyrir kulda heimsins. Þannig að, ég er eitthvað svona að vinna bara með eitthvað svona tilfinningar. Já. Og ég vil eiginlega ekki segja mikið, það er bara gaman fólk. Ég nota þetta svolítið svona húmor og einlægni í mínum verkum. Oft er smá erotík og oft bara og svona barnslegt oft en það er bara alls konar þannig að þetta eru kannski svona ný verk af því þau eru unnin inn í speysið og eru ekki teikningar. Svo gaman. Hefur þú áður unni í Gluggagalleríi? Já, ég hef gert sko ljósmyndasýningu í Gluggagallerí á Laugavegi 30 eitthvað, það er svona skóverslu sem heitir Þrep sem var alltaf með gallerí í gamla daga, í Glugga og
svo finnst mér alveg hafa gert, ég er auðvitað með svo langa feril að þú veist, ég þurft að kíkja í CV-ið sko, en mér finnst ég hafa alveg gert það áður, Já, akkurat, þetta er náttúrulega svolítið spes konsept. Já, og svo gaman líka fólk, sko, nú verður þarna opnun og sunnudaginn klukkan 3, en ef að fólk kemst ekki, þá getur það keyrt framhjá hvenær sem er, af því að gallerið er glugginn. Já, þetta er svona alþýðu alþýðu rými, almannarými. Almannarými, já. Ég vona nú öll galleri séu alþýðurými eða þú veist almannarými, en þetta er svona, að vera það allavega. Já, en þetta er svona einmitt, þú getur bara keyrt framhjá, getur komið með að nótt að skoða hvenær sem er. Já. Og þá er þetta lokað inn í húsið sko, en þú sérð gallerið, Einmitt. Þannig að það er bara það sem er gerast. Já, einmitt. Má ég kannski spyrja þig hvað áttu þér eitthvað uppáhaldslistform? Af því að núna ert þú náttúrulega eins og þú sagðir í öllu. Er eitthvað sem eða er það bara svona tímabils? Sko tónlist er kannski uppáhalds. Sem svona bara neytandi líka, eða skilurðu. Það bara, ég elska tónlist alveg ofsalega mikið og eiginlega skemmtilegasta sem ég veit er að skapa tónlist með öðru fólki. Mér langar alltaf í hljónsveitum. Samt er ég voða mikill sólóisti, en ég vinn rosa mikið í samvinnu við aðra. Og stundum er það þannig einhver semur bara lag og ég syngi yfir það. Og svo er ég með projekt sem er meira svona noise experimental, þá er ég að gera mikið sjálf. En svo hef ég verið svona í smá hljónsveitum stundum, þar sem maður er að vinna saman eða það er jam session eða eitthvað, og mér finnst það æðislega gaman. Þegar það er svona flæði og þú veist gerist. Mér finnst það eiginlega bara, skemmtilegast. Já, akkurat. En svo ger ég samt alls konar. Mér finnst bara, ég ger alveg vídeo, tekningar, skúltúra, alls konar. Mjög mikið bara. Þú var svolítið að vinna með, man ég að því ég fylgist með þér á samfélagsmiðlum. Já. Man eftir að þú ert náttúrulega líka svona aktivisti. Já. Og ég man eftir þegar þjóðamorðið fór í fullan gang í Palestínu. Þá varstu með svona teikningar. Já, ég gerir sýningu í Limbo í Nýlistasafnun sem er svona lítið rými, auka rými. Og þetta var bara svo hræðilegt og er hræðilegt, en þegar þetta byrjaði þá var svo mikið spenna og maður bara grátandi og maður, ég held að við höfum flest fundið á okkur, þetta yrði ekki eitthvað stutt, þetta væri eitthvað hryllingur, svona einhver snjóbolt að fara sem myndi bara halda endalaust áfram. Ég leiði allavega þannig og ég man að svo var... Tappi tekin úr einhverju, þetta var... og svo svipun tíma var, þú veist, Bjarni og Kata og einhverju fyllir í Þingvöllum að skrifa undir eitthvað og... Einmitt, var þetta ekki Afsakið. Og þetta var eftir COVID-tíman, var það ekki? Jú, afsakið að lækki símanum, hann bara verið óvart kveikt á honum. Annað en skerist nú við rauðaborðið, sko. Já, ég minn eini. Allavega, þannig að þau voru að fara á einhvern, þetta er Bjarni Bein að hringja mig og segja bara stopp. Nei, hann er ekki með númerið mitt, ég lofa. En og ég var bara, tók þetta allt mjög nærri mér og svo byrjaði ég bara að teikna ekki til að selja eða í þessa söfnun, það var bara ég þurfti bara að koma þessum tilfinningum og það byrjaði bara flætti bara teikningar, sumar alveg beint þetta og aðrar sem voru bara mjög abstrakt og það gerðist bara mjög mikið á stuttum tíma. Það bara flætti út þessar tilfinningar, ég tók þetta rosalega nærri mér og ég vona bara allir geri það. Mér finnst þetta bara alveg hræðilegt sem er í gangi og enn í gangi og komið víðar núna. Þannig að, og svo héldum við söfnun og allt sem seldist var gefið í það er svona eldhús í Gaza sem að eldar voni fólk og það var bara allt gefið, sko. Og svo er ég með fleiri myndir þessar myndir sem eftir eru eyrnamerktar þessu. Þannig að ef að þær seljast þá fer það áfram í einhvers konar donation eða gjöf í þetta málefni.
þá væntanlega einhvers, þú veist, en nú veit maður ekki bara hvort það sé hægt. Er ekki búið að loka öll og læsa þannig að það sé hægt að koma einhverjum matarn inn eða koma einhverjum inn. En það kannski geta styrkja þessar flótillur, ég veit það ekki. Já, ég bara þekki það því miður ekki nógu vel, en það er örugglega hægt að komast að því. Mér skilst að það verði einhver önnur sýning með fleirum, kannski einhver tíman í vetur og ég er búin að segjast alltaf að láta verki það. Já. En ég er ekki með neinar upplýsingar og þann að svo stödd. Akkurat. Já. En er eitthvað fleira á prjónunum á meðan þú ert? Já, það er sko, ég er... Þú ert að segja mig frá tónleikum sem þú Já, ert að ég er halda, að fara að reyta eitthvað svona leini tónleikar í stúdíó Sýrlandi á morgun. Þeir eru bara að taka upp alls konar fólk. Það verður gaman og fólk getur kannski komið bara, tjekka á því, en og svo verð ég með eitthvað annan event setna í sumar. Sem maður verður bara auðlistu síðar. Það verður á einhverju róluvelli. Okay. Og svo er ég bara á leiðinni út í loka ágúst, september. Já, aftur til Berlínar. Til Berlínar, já. Það er bara verið að fara að selja íbúðuna og eins og leigumarkaðurinn er hérna á Íslandi, þá bara er maður kannski stungin af. Sjáum til. Já. En já, þannig að og svo er ég bara alltaf, ég er að fara að spila þar og taka upp tónlist og ég er búin að vera að taka upp ný lög og eitthvað svona er í gangi bara. Já. Einmitt. Já. Ég er eitthvað svo feimin þegar ég er svona viðtali. Þú þarft ekki að vera feimin hérna. Nei, takk. Við erum bara hérna að spjalla, er það ekki? Jú, við erum bara að spjalla. Já. En hérna, hvenær er þetta aftur á sunnudaginn? Sko, þelið milli okkar er á sunnudaginn 3:00. Já, opnin er 3:00. Í gluggagallerinu Stjett og það er á Bólholti 6. Já, ekki rétt. Er það ekki rétt? Jú. Og já, 3:00, Bólholti 6, 14. júní, sunnudaginn næsta. Já, og þar tekur þú á móti fólki? Já, og við þau sem reka gallerið líka. Já, einmitt, það eru hérna. Það verður bara kaff og kleinur og eitthvað, kósi. Já, sóma hjónin hérna, Steinun og Snorri. Já. Akkurat, sem hafa sinnt þessu galleríi mjög vel og verið með skemmtilega sýningar. Já, þannig að ég hvet fólk til að mæta. Akkurat. Og já, er eitthvað fleira? Já, ég eiginlega veit það ekki nema þú vilji segja okkur eitthvað mjög krassandi og skemmtilegt. Ég veit það ekki. Í lokin. Er ekki allt bara hérna? Jú, þetta sé allt komið bara. Já, einmitt. Bara, já, gaman að vera komin heim og hérna. Hvernig er veðrið á meginlandinu? Er hérna... Út í Evrópu? Er komið sumar, já. Já, það var sko komið sumar fyrir 2 mánuðum síðan. Ég fekk smá áfall að koma heim, sko. Já. Ég var smá svona, þú veist, en núna er sumari komið hingað, þannig að... Já, svona, með annan fótinn. Það er svolítið gluggaveður, sko. Já, mér finnst það geggjað. Ég er alveg að fylgda. Ég er upplegað einmitt að stiga upp úr veikindum, sko, og hérna... Mér sló niður mér þess að ég fór út og hélt að væri hérna sól og sumar, sko, en svo bara ískaldi vindur, sko. Já. Það er bara íslenskt sumar. Mér finnst það geggjað. Ég til í það. Já, einmitt. Ég er alveg 30 stigur og mikið fyrir mig, sko. Já, er það? Já, ég er nefnilega hittabeltistýpan, sko. Þú ert hittabeltistýpan. Já. En bara, Berglind, takk alveg innilega fyrir að kíkja hérna inn í stúdíóið og ætla að hleypa þér aftur hérna fram þegar ég er búin að afkynna þáttinn. Við erum síðastar í kvöld. Já. En hérna... Ég held að þetta sé bara gott. Ég veit ekki hvað ég ætti svo sem að tala meir nema ég er á lausu og hérna mjög skemmtleg og bara hvet allar til að fyrir sund. Já, mitt. Ég veit ekki hvað meira. Og bara frjáls Palestína. Já, mitt. Já. Alltaf. Þeir eru bara takk innilega, Berglind. Já, takk. Bara hlakka til að sjá sýninguna þín á sunnudaginn. Takk. Þegar ég reyndi að kíkja ekki mikið þarna frammi, sko. Þannig ég vil sjá hann á sunnudaginn. Já, sjáumst á sunnudaginn. Já. Takk fyrir. 3:00. 3:00, Bólholt 6. Já, akkurat. Takk fyrir. Takk innilega, Berglind. Já, takk. Og ég ætla að þakka ykkur hlustendur og áhörundu góðir fyrir að hafa fylgt okkur í kvöld. Rauðaborði verður aftur hérna eftir helgi á mánudaginn 8:00. En helgina verður helgispjall á laugardagsmorgunum 9:00. Og ég ætla bara að minna ykkur á að á samstöðum.is er hægt að gerast áskrifandi og það er
Já, það vel þegið ef að fleiri vilja gerast áskrifendur. Það gerir okkur kleift að halda hérna út í dagskrá alla daga vikunar. En ég segi bara góða nótt í bili og verið þið sæl.